Då får jag be att alla intar sina platser. Það kemur ljós. Kära nordiska vänner, vi väntar några minuter så att alla... Við bíðum í nokkar myndu þannig að þið náið öll að finna ykkur sæti. Þannig að það líða nokkar myndu til að byrjum en sitið endilega áfram í sætunum ykkar.
Då så tror jag faktiskt att de... Jæja, nú held ég að síðustu gestirnir og þingmennirnir séu mættir. Ég vil bjóða ykkur velkomin hingað og ég biðst afsökunar á því að þið hafið þurft að bíða. En ég vil gjarnan að þið séu öll sest í sætin. Við hefjum þetta þing af söng og við ætlum að kynna hérna fyrir ykkur menningaratriði. Velkomin. Min hjärta
vi två. Vi ses igen vi två. Vi ses igen vi två. Vi ses igen vi två. Hjartans þakkir fyrir þennan fallega flutning og það sem við vorum að hlýða á þá var þetta þáttur úr Töfraflautun eftir Mozart og það voru söngkonur frá æfingadeild Alþýðuóperunnar í Svíþjóð. Sænsku þýðinguna gerði Alf Henrik fyrir kvikmynd eftir Ingmar Bergman og þjónustu með þetta þrjár voru Karin Móbakkel og Vísa Húledal og Kari Koskinen. Þær eru í hópi ungra söngvara og hljóðfæraleikara og hljómsveitarstjóra sem taka hverju ári þátt í æfingadeild Alþýðuóperunnar og þá fá þau tækifæri til þess að taka þátt í sýningum óperunnar. Og þetta prógramurinn í samvinnu við Tónlistarakademíunni í Voksenåsen í Oslo en þar með opnast aðgangurinn að stórum tengslaneti listafólks á öllum Norðurlöndum. Og nú gef ég forseta sænska þingsins orðið, Andreas Norden. Velkomin, þetta svolítið óvenjuleg verkaskipting okkar á milli. Kæra þakkir, forseti Norðurlandaráðs von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, forsetar hinna þjóðþingana, forsetar ráðherrar, virðulegu þingmenn. Það mikill heiður fyrir mig sem forseti sænska þingsins að bjóða ykkur velkomin til þessa 77. þings Norðurlandaráðs. Það eru nánast nákvæmlega 6 ár frá því að ég stóð hér einmitt og bauð ykkur velkomin á 71. þing Norðurlandaráðs og það þing árið 2019. Tilfinningin svo að hún hafi átt sér stað í allt öðrum heimi, tímanum fyrir COVID, fyrir innrás Rússa í Úkraínu, á tímanum áður en ástand heimsins byrjaði að hreyfast og það voru tímar sem voru ekki lausir við vandamál en voru kannski svolítið saklausar ef svo má segja heldur en núna er. Undanfarin ár hafa orðið mikla breytingar sem hafa haft í för með sér að norrænt samstarf hefur orðið mikilvægara og nánara en verið hefur nokkru sinni áður. Við getum þetta rætt spurningar varnarmál með öðrum hætti en áður vegna þess að Svíar og Finnar núna aðilar að NATO en fyrst og fremst sjáum við núna gerum okkur öll grein fyrir mikilvægi þess að starfa saman í þessum ógnvæna heimi sem við lifum í núna. Kæru norrænu vinir, norrænt samstarf með því elsta og umfangsmesta sem milli ríkja í heiminum. Og það byggir á sameiginlegri sögu og sameiginlegum gildum og hluti af þessari sameiginlegu menningu að draga í efa gömul sannindi. Undanfarin áratugi höfum til dæmis séð að rannsóknir á tímum víkingana hafa leitt í ljós að skilningur okkar á þeim var ekki réttur að öllu leyti. Við heldum til dæmis einu sinni að það væri bara sögusagnir að víkingar hefðu siglt til Norður-Ameríku en núna kemur í ljós að ýmislegt í Íslendingasögunum rétt að það var norrænt fólk sem uppgötvaði fyrst Evrópumanna Norður-Ameríku. Með sama hætti höfum við endurskoðað skilningu okkar á gamlu víkingagröfum. Áður þurftum maður að treysta á túlkun hluta sem fundist í gröfunum til þess að kynákvarða líkin eða beinagrindurnar en núna getum við gert DNA-greiningu til þess að
gera okkur grein fyrir hverju væri í gröfunum og til dæmis hefur komið ljós að sumir af þessu víkingum voru kvenkyns og núna erum við opin fyrir því á Norðurlöndunum að endurskoða skilning okkar á sögunni í ljósi þessara nýju rannsókna. Þetta gerir líka að verkum að við erum ekki eins næm fyrir þeim hreyfingum sem núna eru og í heiminum. Og við eigum með okkur sameiginlegar djúpar rætur þingin sem voru stofnuð á landnámstímum fyrir 1000 árum, þau eru með þeim elstu í heiminum. Og þetta er ekki tilviljun að lýðræðið hefur fest rætur með þessum krafti á Norðurlöndum og núna lýsir þetta meðal annars í skilningi á því hversu mikilvægt það er að standa vörð lýðræðið á viðkvæmum tímum og sá skilningur skýrir á nokkru leyti þann stuðning sem við sýnum Úkraínumönnum. Við viljum halda áfram að styðja Úkraínu eins lengi og þörf er á og að eins miklu leyti og þörf er á. Og stuðningur Svía við Úkraínumenn er jafn mikill og jafn sterkur núna og verið hefur frá byrjun. Við lifum á órólegum tímum þar sem að erlend ríki hika ekki við að ógna öðrum, að stórveldi leitast við að breyta þeim reglum sem hafa gilt þjóða í milli langt skeið. Og með þessum orðum vil ég enn einu sinni bjóða ykkur öll hjartalega velkomin hingað í þinghúsið og til þessa 77. þings Norðurlandaráðs. Kæra þakkir fyrir þetta. Kæru vinir norrænnar samvinnu. Nú loksins komið að árlegum norrænum leiðtogafundi og það gleður mig að sjá hversu mörg eru samankomið hér í Stokkhólmi til að beina sjónum að Norðurlöndum í nokkra daga og vinna saman að því að skapa norrænan ávinning. Sænska landsdeildin hefur á þessu formennsku ári í Norðurlandaráði lagt áherslu á að kjarninn í starfi okkar sé að skapa raunverulegan ávinning fyrir borgarana í daglegu lífi þeirra. Við höfum einnig lagt áherslu á samheldni Norðurlanda þurfa að vera sterk til að tryggja örugg og traust Norðurlönd þar sem við getum tekist á við ýmsar krísur og áskoranir í sameiningu. Við þurfum hvert á öðru að halda í norrænu fjölskyldunni. Heimurinn gengur nú í gegnum umtalsverða breytingar og við lifum á tímum þar sem alþjóðasamskipti orðin ófyrirsjáanleg og óstöðug. Hinn gamla heimskipan hefur breyst hratt og Evrópa hefur brugðist við af öllum mætti og tekið sér nýtt leiðtogahlutverk í nánu samstarfi við samhuga bandamenn. Það er mikið gleðiefni að forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins skuli vera gestur okkar á leiðtogafundi þingsins og við hlökkum til að bjóða hana velkomna í ræðustól frammi fyrir fjölskyldunni í Norður-Evrópu. Norðurlönd eru hernaðlega mikilvægt svæði. Þróunin á Eystrasaltssvæðinu, á norðurslóðum og í Norður-Atlantshafi er nátengd innbyrðis og Norðurlöndunum í heild. Norðurlöndin hafa lengi unnið að því að styrkja reglubundna alþjóðaskipan, alþjóðastofnanir, stuðla að lýðræðisþróun og sjálfsákvörðunarrétti fólks sem og að standa vörð mannréttindi. Í ljósi þess hvað ástandið í öryggis- og varnarmálum hefur farið hratt versnandi, getum við fullyrt að öryggi og traust eru áfram efst á dagskrá í norrænu samstarfi. Lýðræði stendur traustum fótum á Norðurlöndum. Það sjáum við í hárri kjörsókn, mikilli þátttöku í lýðræðisstarfi á milli kosninga og í áhuga margra á samfélagsmálum. Samtímis verða mikla breytinga bæði í löndunum og umhverfis okkur sem hafa áhrif á grundvöll lýðræðislegra stjórnarátta.
stjórnarhátta og frelsis sem við á Norðurlöndum eigum til að taka sem sjálfsögðum hlut. Grunnstóð opins lýðræðissamfélags að við getum öll tjáð skoðanir okkar. Við stöndum frammi fyrir fjölda áskorana. Þeir sigrar sem við höfum unnið eru dregnir í efa. Stjórnmálaumræðan verður harkalegri og skautun einkennir umræðuna. Ef okkur annt framtíð lýðræðisins verðum við að sýna samstöðu. Við verðum með okkar einstöku forsendum að ganga undan með góðu fordæmi. En af hverju eru forsendur okkar Norðurlandabúa góðar? Að lýðræði hér stendur sterkt má að hluta ríki rekja til þess að Norðurlönd eru einna fremst í heiminum hvað varðar traust meðal almennings í garð samfélagsins. Þetta eru eftir við dýrmætustu auðlindir sem samfélag okkar getur haft og við verðum að standa vörð þær. Rækta þetta traust og bakland það umboð sem almenningur hefur veitt okkur. Það verkefni okkar að tryggja lögmæti okkar. Norrænu vinir, við verðum að vinna áfram að afnámi stjórnsýsluhindrana og koma í veg fyrir að nýjar skapist. Listinn yfir óleystar hindranir sýnir að enn nokkuð í land áður við náum markmiðum framtíðarsýnar okkar fyrir 2030. Það hlutverk Norðurlandaráðs að knýja á afnám hindrana, en síðan kemur að stjórnvöldum og stofnunum landanna að framkvæma það raunhæfu aðgerðir sem þarf til. Til að ná árangri verða ríkin að forgangsraða norrænum málefnum en frekar einnig heima fyrir. Sem dæmi má nefna að með öflugra samstarfi yfir landamæri norræna innviði og samgöngumál sem eru mikilvæg fyrir loftslagið og fyrir öryggi landanna, þá eykst frjáls för innan Norðurlanda og þetta skapar forsendur fyrir raunverulegum norrænum ávinningi. Á þessum norrænu dögum viljum við einnig beina sjónum að mikilvægi menningarinnar fyrir samheldni þjóðanna og vellíðan. Í gjár átti sér stað samtal hér á þinginu norræna menningu og hlutverk hennar í órólegum heimi. Og í kvöld ætlum við að afhenda norrænu menningarverðlaunin og umhverfisverðlaunin. Með okkar einstöku sögu mikilvægt að Norðurlöndin haldi áfram að standa saman og varðveita gildi sín og norræna samheldni. Menningin gegnir líki hlutverk í samfélaginu og stuðlar að auknu jafnrétti og lýðræði. Grunnstóð opinna norrænna samfélaga að við höfum öll tækifæri til að tjá skoðanir okkar. Samfélagið á að einkennast af fjölhyggju, fjölbreytileika og víðtækri þátttöku almennings. Þetta gefur ákvarðantöku sem inngildandi og lýðræðisleg á öllum stigum. Í stuttu máli þá þetta lýðræði. Með þessum orðum vil ég segja að lokum að ég hlakka til þingsins í ár sem hið 77. í röðinni. Ég óska okkur sjálfum góðs gengis og vona að umræðurnar verði fjörugar og norrænt tengslanet verði gefandi og öflugt. Kära nordiska talmän. Kæru þingforsetar, forsætisráðherrar og boðsgestir. Það okkur mikil ánægja að setja 77. þing Norðurlandaráðs. Og þá förum við yfir nærveruskrá. Og það skjal númer 2 sem að þið finnið á heimasíðunni norden.org. Þessi skrá uppfærð reglulega. Hægt að samþykkja þetta skjal? Svarið já. Nú höldum við áfram með þingsköp. En áður við gerum það, þá vil ég benda ykkur á að það reglur sem gilda hér að bæði varðandi atkvæðagreiðslu og ansvör þá ræðustóllinn beint á móti þar sem þið sitjið
Og síðan eru þarna spjöld sem að þið notið, þarna blá spjöld þar sem að þið skráðu ykkur á mælendaskrá. Eru þið með það? Og ræður sem haldnar eru haldnar hér frá ræðustólnum og andsvör hér frá stólnum hinum megin. Og andsvar við andsvari gefið úr sal. Ég ætla núna að fara í gegnum það mikilvægustu liðina í skjali nr. 4/2025 sem eru fundarsköp fyrir þingið. Ef einhverjar undantekningar gerðar frá þessu eru þær tilkynntar þegar umræðu hvert lið hefjast. Að þeir gera ræðutíma lagt til að fulltrúar í Norðurlandaráði, í þingmannaráði sama og Norðurlandaráði ungmenna fá 2 mínútur til að kynna tillögur og til fyrir aðra ræður, að fulltrúar ríkisstjórnarinnar fá 5 mínútur fyrir sína greiðagerðir, en þegar kemur að umræðum á leiðtogafundinum gilda sérstakar reglur sem verður fjallað síðar. Að alþjóðlegir gestir fái 3 mínútna ræðutíma undir liðnum ræður alþjóðlegra gesta. Þegar kemur að andsvörum leggur forsætisnefndin til að allir þingmenn og fulltrúar þingmannaráðs sama og Norðurlandaráðs æskunnar fái tækifæri til andsvara. Það þarf að íta á hnappinn begär replík til þess að biðja andsvar, og að hvert andsvar og svar við andsvörum má ekki taka lengri tíma en 1 mínútu. Fundarstjóri ákveður fjölda andsvara sem hægt að gefa og í hvaða röð andsvör gefin. Það hægt að skiptast á andsvörum 2 undir sama lið. Allar þessar reglur að finna í skjali 4/25 sem hægt að finna á heimasíðunni norden.org, og afrit af því eru líka við öll sætin. Getur okkar tillaga þessum þingsköpum, getið þið samþykkt hana? Svarið já. Þar með hafa þessar reglur verið samþykktar. Tillaga að fundardagskrá, þið sjáið hana í skjali nr. 6/2025 sem líka á heimasíðunni. Getum við samþykkt fundardagsskrána? Svarið já. Liður 1.7, það eru tilmæli og innri ákvarðanir sem þegar hafa verið ákveðnar. Þið finnið þetta í skjali nr. 8/2025. Getum við samþykkt það skjal? Svarið já. Og þar með hefur umfjöllun þennan lið, umfjöllun hann lokið, og þar fyrsta yfirlið fundardagskrarinnar lokið. Og þá komið að ræðu Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, og eftir ræðuna það verða ekki tækifæri til að biðja andsvar eða koma fram með spurningar vegna þessari ræðu. Heldur verður beint áfram við fundardagskránna að ræðunni lokinni. Núna að verða miklar breytingar í heiminum, þar sem að samskipti milli ríkja hafa orðið ófyrirsjáanleg og óstöðug. Hin gamla heimskipan hefur breytt miklu í Evrópu, en Evrópusambandið hefur brugðist við þessu undir þinni forystu. Norðurlöndin eru mjög mikilvægt svæði á þessum tímum. Umferð Eystrasaltið, Norður-Atlantshaf tengist með nánum böndum Evrópusambandinu og aðildarríkjum þess. Það mér mikill heiður að bjóða forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins velkomna hingað. Ég býð þig velkomna að koma hér upp og halda ræðu þína.
Kæra þakkir, forseti Norðurlandaráðs, þingforseti, forsætisráðherra Svía, Ulf Kristersson, aðrir forsætisráðherrar, virðulegu þingmenn og aðrir viðstaddir. Það mér mikil ánægja að koma aftur til Stokkólms og mikil heiður fyrir mig líka að ávarpa Norðurlandaráð. Hér í þessum sal eru þið ekki eingöngu Norðurlandabúar, þið eruð öll Evrópubúar. Þúsundir ára hafa Norðurlöndin haft áhrif álfuna alla. Þið hafið hort til annarra landa, ferðast yfir höf og vötn og flutt vörur og hugmyndir til Evrópu. Þið standið framalega á sviði lýðræðis, þið stofnuðu einhver elstu þingin í heiminum og hafið stutt réttindi kvenna. Og félagsleg markaðskerfi sem að þið rekið stendur mjög traustum stoðum. En áhrif Norðurlandana ná miklu lengra. Löndin ykkar hafa haft áhrif á evrópska menningu á margan annan hátt. Það eru seiðandi tónar Edvards Griegs eða smitandi gleðin í tónlist ABBA og ákveðnin í finnska hugtakinu sisu til eins rólega og notalega hugu í Skandinavíu. Og siðferðileg álitamál í verkum Ibsens og Strindbergs eða hið nútímalega drama í sjónvarpsþáttunum Borgen og auðvitað líka þessi einfaldleikin í norrænni hönnun sem má sjá í mörgum heimilum og opinberum stofnunum víða í Evrópu. Þessi norræna snertingu sem maður segja er samofin Evrópu og Evrópa hefur líka auðveldað Norðurlandabúum að ná til heimsins. Svo fyrsta sem ég vil segja við ykkur er einfaldlega takk. Samt sem áður er það sem að fær okkur saman núna ekki eingöngu menning og sameiginleg gildi, heldur sameiginleg úrlausnarefni sem tengjast öryggi og farsæld álfunnar. Þjóðarleiðtogar og þingmenn, þið standið núna mjög nálagt þeim stað þar sem að verið að grafa undir heimskipan. Skammt héðan frá hafa rússneskar flugvélar rofið lofthelgi í Evrópuríkja. Frá Oslo til Kaupmannahafnar hafa drónar flogið yfir ýmsa innviði og í Eystrasalti hefur verið skorið á sæstrengi og árásir gerðar af öðru tagi. Tilgangurinn með þessu er ljós að þreyta okkur, að deila og drottna, en það er einmitt hið þveröfuga sem núna á sér stað. Evrópa hefur brugðist við þessu í sameiningu og það er hvergi skýrara en einmitt hérna á Norðurlöndum. Svíar og Finnar tóku það djarfa skref að ganga í NATO. Í Danmörku ákváðu kjósendur að landið skildi sameinast, taka þátt í sameiginlegri varnarstefnu Evrópu og Íslandi hafa böndin við Evrópusambandið líka verið styrkt. Norðmenn hafa undirritað nýjan varnar- og öryggissamning við Evrópusambandið og ég veit að í Svíþjóð er til orðatiltæki många bekkar små. Fyrir þá sem að skilja ekki það orðatiltæki, þá merkir það að margir litir lækir verða stóru fljóti. En í þessum hættulega heimi þá hún núna að læra af þessu vísdómi. Evrópuríkin eru sterkari í sameiningu. Það er hvergi skýrara en í Úkraínu. Putin ímyndaði sér að hann geti brotið Úkraínumenn á bakaftur á 3 dögum eða kannski á 3 vikum. Þessi staðan svo eftir 1300 daga að mótstöðuafl Úkraínumanna hefur ekki brotnað. Og það er fyrst og fremst vegna þess mikla hugrekkis sem býr í íbúum Úkraínu. En líka vegna þess að Evrópuríkin hafa ekki kvikað í stuðningi sínu við Úkraínu. Og þjóðir ykkar hafa staðið þar framalega. Þið hafið sendt orrustu þotur frá Danmörku til Úkraínu, sænska báta.
finnsk loftvarnarvopn, norska dróna og Íslendingar hafa lagt sitt af mörkum í heilsugæslu. Norðurlönd eru þekkt fyrir samstöðu sína og í Úkraínu þá sýniði þá samstöðu af fullum krafti. Lönd ykkar hafa gert þeim kleift að sýna þessa sterku samstöðu og þið getur verið stolt af því og Evrópuríkin öll þakka ykkur fyrir það. Við óskum þess öll að þessu stríði ljúki, en varanlegur friður byggist á því að Úkraína haldi styrk sínum og sjálfstæði. Það er mikilvægt vegna öryggis allrar álfunnar. En þann dag í dag trúir Pútín því að hann geti haldið þetta út lengur en við. Hann heldur að með tímanum geti Rússar náð sínum markmiðum með þessu stríði. Þetta er rangt metið hjá honum. Varanlegur friður krefst þess að við teljum honum trúum að þetta sé ekki rétt og það er þess vegna sem það er svona mikilvægt að tryggja fjárhagslegan stuðning við Úkraínu til lengri tíma. Það er algjörlega miðlægt í þessum stuðningi sem við viljum sýna Úkraínu og fyrir okkar öryggi. Við verum að halda áfram að gera það dýrara fyrir Rússa að heyja þetta stríð. Fyrir viku var samþykktur 19. pakki refsi aðgerða gegn Rússum, meðal annars til þess að koma böndum á skuggaflóta Rússa. Við vorum líka ánægð með að heyra að Bandaríkjamenn hafa ákveðið slíkt hið sama og að beita refsiaðgerðum gegn rússneskum olíufyrirtækjum og við erum núna að vinna að því að veita Úkrænumönnum lán til þess að byggja landið aftur upp með því að nýta þá frystu fjármuni sem er til í eigu Rússa í Evrópu. Þetta er árangursríkasta leiðin til þess að styðja Úkraínu, varnir Úkraínu og hagkerfi og þetta er líka skýrasta leiðin til þess að koma Rússum í skilningum það að tíminn vinnur ekki með þeim. Ef nauðsyn krefst þá styðjum við Úkraínu eins lengi og þörf er á. Hér á Norðurlöndum hafið þið varað okkur við þessari hættu margra ára skeið og þið höfðu rétt að standa þegar þið sögðu að Rússa væri að undirbúa árásir á öðrum vettvangi. Þeir hafa verið að flytja til heri sína og byggt upp innviði nálægt landamærum Finnlands. Þeir hafa hafið fjölþáttastríð gegn Evrópu og þeir eru farnir að eyða 40% af opinberum fjárlögum og 9% af þjóðarframleiðslu í herinn og stríðið. Ef við viljum varanlegan frið í álfunni þá verða Evrópuríkin að hafa magn til þess að fæla Rússa frá frekar árásum. Í Evrópusambandinu höfum við náð sögulegum árangri í því að byggja upp sameiginlegar varnir. Við ætlum að eyða alltaf 800 milljörðum evra fyrir lok áratugarins til þess að styrkja varnir allra aðildarríkjanna. Og þetta snýst ekki eingöngu að eyða meiri peningum, þetta snýst að eyða þeim á skynsamlegri hátt og að undirbúa okkur í sameiningu. Þetta snýst að tryggja að Evrópuríkin geti varið hvern einasta fersentímetra af landi okkar. Og það er tilgangur þessara sameiginlegu varna sem við erum að vinna að fram til ársins 2030 áætlunar sem ég kynnti í fyrri viku í leiðtogaráði Evrópusambandsins. Þetta er sameiginleg áætlun sem hefur verið smíðuð í nánu samstarfi við NATO, þar sem eru sett skýr markmið og mælanlega tímasetningar. Við viljum ekki byggja upp alveg nýtt kerfi við hliðina á því sem þegar er til, en þetta er gert til þess að hjálpa aðildarríkjunum að framleiða þann búnað og kaupa þann búnað sem þau þurfa á að halda. Við erum aftur með þessu að læra af Norðurlöndum. Við tökum hugmyndir sem að koma fyrst fram hér og nýtum þær í víðara samhengi í Evrópu. Við getum tekið sem dæmi þetta þegar Danir tóku forystu það að senda Úkrænumönnum vopn
eitt ríki tekur fórustuna og önnur ganga í lið með þeim til þess að geta pantað, gert stærri pantanir og náð verðinu niður. Við erum núna að nota þetta til þess að loka þeim gloppum, stærstu gloppunum í vörnum Evrópu, bæði loftvarnir, drónar og rafeindabúnaður. Og til þess að tryggja að þessi vinna okkar skili árangri, þá verðum við að hafa nánara varnarsamstarf við öll Norðurlöndin, langt út fyrir landamæri Evrópusambandsins. Það er þeim ástæðum sem við höfum undirritað þennan varnar- og öryggissamning við Norðmenn sem ég minntist á og við vinnum að samskonar samningi við Íslendinga. Bæði þessi ríki geta þegar tekið þátt í fjármögnunarkerfinu SAFE til þess að stunda sameiginleg innkaup með Evrópuríkjunum vegna þess að við höfum iðnað þar sem einstök lönd bæta hvert annað upp. Öryggi okkar því verður ekki skipt upp. Samstaðan er okkar mesti styrkur. Það er annað sem við getum lært af ykkur. Reynsla ykkar sýnir að öryggi snýst ekki eingöngu heri eða vopnabúnað. Öryggi snýst líka styrk samfélagana. Það snýst að vera tilbúin, ekki eingöngu til þess að geta brugðist við hefðbundnum ógnum, heldur fjölþáttaógnum, flóðum, farsóttum og þeim áföllum sem við verðum fyrir í breyttum heimi. Þetta gildir allstaðar á Norðurlöndunum. Þið vitið að öryggi byrjar með því að vera viðbúin. Þetta má sjá hér í Svíþjóð, til dæmis með því sem kallað, þessum er beint til almennings að vera tilbúin ef til stríð skyldi koma. Það snýst að upplýsa almenning og minna alla borgara landsins á að þeir hafa líka ákveðið hlutverk í þessu. Eða í Finnlandi, þar sem viðbúnaður er nánast fastur í berginu. Við sá það með eigin augum í fyrra þegar ég heimsótti kerfi almannavarnabyrgja sem er undir höfuðborgin Helsinki og líka bílastæði neðanjarðar sem hægt að breyta í sjúkrahús eða íþróttahallir sem hægt að breyta í athvarf fyrir flóttamenn með stuttum fyrirvara. Og ég trúi því að þessi viðbúnaður Norðurlandana geti verið öllum hinum Evrópuríkjunum fyrirmynd. Þess vegna bað ég fyrrverandi forseta Finnlands Sauli Niinistö til þess að rannsaka hvernig við gætum dregið þennan lærdóm, hvernig getum nýtt þennan lærdóm í Evrópusambandinu og skýrsla hans sem var birt fyrir ári var alveg skýr. Evrópuríki verða að fara sömu leið að byggja viðbúnaðarsamband, viðbúnaðarbandalag. Við erum að byggja þetta inn í allt sem við gerum, byggja upp, hafa næg lið til að grípa til og þetta er ekki kostnaður, þetta er fjárfesting. Þetta bjargar lífum og minnkar kostnaðinn þegar krísurnar koma. Þið hafa alltaf vitað þetta að viðbúnaður er ekki eitthvað sem gerist þegar krísan ríður yfir. Þetta er eitthvað sem að vera að gera löngu fyrr. Öryggi okkar byggist á því. Þjóðarleiðtogar, þingmenn, við lifum núna á nýjum tímum samkeppni milli þjóða og átaka í efnahagslífi heimsins. Þarna er það vald, fjárhagslegt vald, efnahagslegt vald, tæknilegt vald eða hervald sem er farið að ráða ríkjum. En geta Evrópuríkjunum til þess að bregðast við þessu sjálfstætt hvílir á því að við séum með samkeppnishæf hagkerfi. Evrópuríkin eru meðal þeirra það sem mest nýsköpun er í heiminum. Það er endurnýjanleg orka, gervigreind og fleira. Og þið vitið að Evrópuríkin geta vísa veginn, en á þessum 9 tímum þá verðum við að gera þetta hraðar. Við verðum að gera það auðveldara fyrir nýsköpunarfyrirtæki að ná árangri. Við verðum að fjárfesta í því sem gerur okkur einstök og sterk. Og það er þess vegna sem við höfum byrjað að einfalda þær reglur sem gilda á þessum sviðum og þess vegna erum við að undirbúa nýtt kerfi til að styðja nýskapandi fyrirtæki og einmitt þess vegna erum við líka að reyna að gera meira í því að fjarlægja flöskuhálsana sem að hægja á okkur, sem minnka samkeppnishæfnina, hvað sem er að ræða orkuverð til þess að geta auðvelda fjárfestingar
og í þessum heimi sem hreyfist núna og breytir svona hratt verðum við að hreyfast enn hraðar. Við vinnum mjög náið með ykkur að öllu þessu vegna þess að við vitum að Norðurlöndin þeir leysa vandamálin, þegar aðrir sjá vandamál þá sjáu þið lausn. Við getum líka til dæmis velt fyrir okkur loftslagsbreytingunum og þeim umskiptum sem eru nauðsynleg þeirra vegna ykkar framsýni og þess að þið réðust snemma í fjárfestingar á þessu sviði, eru þið núna framalega í þessum orkuskiptum og þessar fjárfestingar eru núna að skila sér. Vegna þess að núna eru þessi umskipti að gerast allan heim. Í fyrra þá bættust við 580 gigavött af endurnýjanlegri orku allan heim og þetta nýtt met sem núna sett 3. árið í röð. Og hrein orka og markaðir fyrir hreina orku fara hraðvaxandi víða heim. Þetta ekki bara að gerast í Svíþjóð eða Noregi þar sem næstum allir nýju bílar ganga fyrir rafmagni. Þetta líka í ýmsum hagkerfum í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku þar sem að rafknúnir bílar seldust, 60% fleiri rafknúnir bílar seldust síðast árið á undan, eða heimsmarkaður fyrir vindorkuver sem að eykst eða vex 10% á hverju ári. Og heimsmarkaðurinn fyrir hreina orku mun að öllum líkindum þrefaldast á næsta áratug og nema þá 2.000 milljörðum dollara. Þetta ekki aðeins góðar fréttir fyrir loftslagið, þetta líka upplagt tækifæri fyrir hagkerfi okkar og lönd ykkar hafa þegar gripið þetta tækifæri. Það framleidd vindorkuver í Danmörku og það verið að binda koltvísýring í Noregi. Lífhagkerfið í Finnlandi þar sem veltan þegar 26 milljarðar evra á ári og hér í Svíþjóð þar sem að nýsköpun á sviði hreinnar orku hefur skilað gríðarlegum árangri. Í háskólanum í Linköping, aðeins nokkur 100 kílómetrar héðan, hafa vísindamenn þróað hvata sem að gengur fyrir sólarorku og eykur hraða framleiðslunnar á grænu vetni 800%. Það ótrúlegur árangur. Og við viljum vinna með ykkur til að styrkja þessa forystu ykkar á sviði hreinnar orku. Og það einmitt þess vegna sem við ætlum núna að setja samkeppnishæfnina, hafa hana í miðju þessa starfs okkar í framtíðinni. Við ætlum að setja á fót nýjan sjóð, samkeppnishæfni og leggjum í hann 500 milljarða evra og þar verður lögð áhersla á mikilvægustu greinarnar á næstu áratugum og meira en þriðjungur þessara fjármuna verður nýttur til þess að styrkja verkefni á sviði loftslagsverndar og náttúruverndar. Þetta snýst ekki eingöngu að vernda náttúruna, það snýst að taka öryggi og farsæld Evrópu í okkar eigin hendur. Þjóðarleiðtogar og þingmenn, hvergi sjást náttúruöflin, hvergi rekast náttúruöflin og heimsstjórnmálin harðar á en á norðurslóðum. Norðurslóðir hlýna núna 4 sinnum hraðar en aðrir staðir á jörðinni. Ísinn þar sem að verndar jörðina bráðnar núna hraðar en nokkru sinni áður og eftir því sem að ísinn hörfar þá færast þessi svæði nær miðju heimsstjórnmálanna. Þetta hefur bein áhrif á ykkur en þetta hefur líka áhrif á okkur hin. Fyrir þessum mánuði gerist það í fyrsta sinn að kínverskt gámaskip kom til Evrópu eftir að hafa siglt norðurslóðir og Rússar opna gamlar herstöðvar á þessum slóðum og vilja ná yfirráðum yfir siglingaleiðinni fram hjá norðurpólnum. Og til þess að bregðast við þessu þá þurfum við að breyta hugafæri okkar. Grundvöllurinn verður sá sami og áður. Þetta samstarf þjóða sem hafa sameiginleg markmið, örugga, varanlega og friðsamlega framtíð á norðurslóðum. En Evrópuríkin verða sína meira frumkvæði og láta meira til sín taka á norðurslóðum. Það þess vegna sem við erum að endurskoða stefnu okkar
á þessu sviði til þess að bregðast við þessum ógnum. Við viljum styrkja samstarf okkar á norðurslóðum og milli þjóða á þessu svæði, allt frá endurnýjanlegri orku til þess að fylgjast með því sem að gerast, allt frá nýsköpun til þess að tengja þjóðir. Við viljum vinna meira og betur með ykkur til að skilja hvernig loftslagsbreytingar hafa áhrif á byggðir á þessum slóðum. Við viljum byggja upp sterkari stafræna innviði til þess að tengja þessar byggðir og allt þetta í nánu samstarfi við fólkið og frumbyggja á þessum svæðum. Vegna þess að þekking þeirra og umsjón með því sem gerist á þessum svæðum er ómetanleg. Já, hlýnun heimsins leiðir af sér nýjar hættur á norðurslóðum en þessu fylgja líka ný svið þar sem við erum að taka ábyrgð og ný tækifæri. Þarna hægt að vinna hráefni. Á Grænlandi að finna 25 af þeim 34 nauðsynlegu efnum sem Evrópa hefur skilgreint sem slík og á Finnar eru þegar í fremstu röð þegar kemur að því að hreinsa og framleiða kóbalt og ég man það, Ulf, þegar þú varst gestgjafi fulltrúa í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í Kiruna. Sá bær ekki aðeins laðir ekki aðeins þessi ferðamenn með náttúru sinni og íshótelinu. Þetta líka staður þar sem loftferðamiðstöð og geimferðamiðstöð og þar sem hægt að finna alls konar hráefni og vinna þau úr jörðu. Við viljum vinna með ykkur, taka höndum saman með ykkur og til þess að byggja upp iðnað á staðnum og það á sjálfbæran hátt. Að hlusta á íbúðina á þessum stað, hlusta á alla sem eiga máli og byggja upp fyrirtæki og það leikur engin vafi á því að helsti styrkur norðurslóða í efnahagsmálum skiptir miklu máli fyrir öryggi Evrópuríkjanna. Fyrir 1000 ára hefur fólk á norðurslóðum lifað og lifað af við einhverjar erfiðustu aðstæður sem þekkjast á jörðinni. Þeim hefur tekist þegna með því að virða landið, virða náttúruna, en einnig með því að horfast í augu við það að við verðum að treysta hvert á annað. Í þessum hættulega heimi sem við stöndum núna frammi fyrir verðum að styrkja þessi bönd við þá sem að deila okkar gildum. Ágæti forsætisráðherra Aksel V. Johannessen, það var einmitt þetta sem þú vildir segja við mig þegar ég heimsótti þig í Færeyjum í fyrra og þetta skilaboð sem að gilda öll tengsl við Norðurlönd. Allt í gegnum sameiginlega sögu okkar hafið þið gert menningu okkar ríkari og styrkt okkur með visku ykkar og sem að til dæmis stafa af þessari stöðu ykkar í heiminum. Á þessum tímum þá verðum við að bindast sterkari böndum vegna þess að margir litlir lækir mynda stórt fljót. Og við skulum láta þetta fljót flæða á ennþá öflugri hátt fyrir alla álfuna og fyrir kynslóðir framtíðarinnar. Takk ykkur kærlega fyrir og lengi lifi Evrópa. Kæra þakkir fyrir þessa ágætu ræðu og þetta mikilvæga framlag til þeirra umræðna sem við munum hafa hér í Norðurlandaráði á næstu dögum. Takk kærlega fyrir að vera hjá okkur hér í Stokkólm í dag og með þeim orðum þá segi ég þessum dagskrárlið lokið.
Já, og þá heldum við áfram, það er leiðtogafundurinn, það er liður 3 á dagskrá, það er fundur með forsætisráðherra Norðurlandanna. Og á þessum fundi verður rætt mikilvægi þess að standa saman og á þessum lið verður meðal annars rætt hvað við getum gert til þess að auka öryggi íbúa á Norðurlöndum, hvað sé hægt að gera til þess að standa vörð lýðræðið og þau grunngildi sem við höfum í hávegum á Norðurlöndum og hvað getum við gert með menningu okkar og menntun að styrkja þessa norrænu samstöðu og viðbúnað íbúana gegn krísum. Ég ætla aðeins að taka saman í stuttum mæli þær reglur sem gilda þessar umræður. Finnski forsætisráðherrann fær 5 mínútur til þess að fyrir sinn innganga þessari umræðu. Aðrir forsætisráðherrar fá 3 mínútur, fulltrúi þingmannaráðs sama og fulltrúi Norðurlandaráðs ungmenna fá 1 mínútu fyrir spurningar og athugasemdir eftir hverja ræðu. Eftir það geta forsætisráðherrarnir svarað og fá 1 mínútu til þess og þegar kemur að röðinni þá er þetta gert í þeirri röð sem að greint hefur verið frá, fyrst í stafrófsröð og síðan koma Svíar síðast. Núna gef ég forsætisráðherra Finna, Petteri Orpo, orðið. Gjörðu svo vel, þú hefur 5 mínútur til ráðstöfunar. Ég er mjög ánægður með þessa síðustu, það sem núna þær breytingar sem hafa orðið núna á síðustu árum í Norðurlandaráði. Núna verður sífellt skýrara hversu mikilvægt þetta samstarf er. Og mig langar líka að nefna hversu ánægjulegt er að heyra að forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hafi talað svona mikið hversu mikilvægt og gott þetta samstarf okkar er í Norðurlöndum. Hvernig aðrir sjá þetta. Ágæta samstarfsfólk, við höfum skuldbúið okkur til þess að þróa samstarf sem skilar norrænu notagildi. Við erum að reyna að tengja lönd okkar sífellt betur saman, að afnema stjórnsýsluhindranir milli landana og Norðurlandaráðið leikur mjög mikilvægt hlutverk í þessu starfi og það er mjög ánægjulegt að geta haft uppbyggilegt samtal við ykkur þetta. Þema umræðnanna hér rímar mjög vel við þá forgangsröð sem við höfum í norrænu ráðherranefndinni undanfarin ár og sem við munum halda áfram á formennsku ári Finna. Og þetta snýst það sameiginlega markmið að Norðurlönd verði sjálfbærasta og best samþætta svæði í heimi fyrir árið 2030. Og með þeim breytingum sem hafa orðið í umhverfi okkar þá hefur orðið sífellt mikilvægara að styrkja þetta samstarf og auka öryggi okkar og viðbúnaðargetu og líka öryggi íbúana í öllum þessum löndum til þess að við getum undirbúið okkur sameiginlega undir krísur sem geta verið framundan. Þeim hefur líka snúist það að auka samfélagsöryggið. Í Finnlandi hittust forsætisráðherrarnir til að ræða þetta og nefndum þá meðal annars að við myndum vilja að auka þetta enn frekar í framtíðinni, mun þetta samstarf halda áfram í samræmi þau markmið sem voru sett í yfirlýsingunni. Frumkvæði Finna að því að byggja upp tengslanet, sameiginlegt norrænt tengslanet aðfangaöryggi. Í dag höfum við líka rætt viðbúnað við Ursulu von der Leyen. Við höfum talað öryggi og samkeppnishæfni og við, þar að segja, og staða okkar í hagkerfi heimsins skiptir öllu máli fyrir okkar framtíð
og það einkafyrirtæki leika þarna mjög mikilvægt hlutverk líka. Og á hinn bóginn þá skapar samfélag sem hefur þennan viðbúnað til að bregðast við krísum góðan grunn fyrir starfsemi í atvinnulífinu, og með þessu móti geta Norðurlöndin líka orðið mikilvæg fyrirmynd að slíku starfi annars staðar í Evrópu. Styrkur norrænna samfélaga liggur í þeirri trú og þeim tiltrúnaði sem borgararnir hafa á norrænt samstarf, og það mjög mikilvægt að vinna saman með þessum hætti þegar krísur steðja að, en líka hafa í huga mikilvægi lýðræðisins, að það mikilvægt að styrkja menntun borgarana og styrkja getu borgarana til þess að bregðast við mismunandi aðstæðum, og þetta mikilvægt til þess að byggja upp tiltrú á þessi kerfi og góð leskunnátta, og mjög mikilvægt þegar barist gegn falsfréttum og upplýsingaóreiðu. Það mikilvægt að íbúar hafa tilfinningu að þeir tilheyra þessu svæði. Það mun styrkja Norðurlöndin á allan hátt. Ólöglegt árásarkríg Rússa í Úkraínu hafa breytt umhverfi okkar í öryggismálum undanfarin ár. Volodymyr Zelensky heimsótti okkur á þinginu í fyrra, og það var mikilvægt merki þar sem við komum til skila norrænni samstöðu á þessu sviði. Og fyrir öryggi Norðurlanda mjög mikilvægt að við höldum áfram að styðja Úkraínu, og aðild Svía og Finna að NATO hafa sterkt öryggi í umhverfis Eystrasalt enn frekar. Í norrænu samstarfi getum aukið öryggi borgarana. Finnar hafa núna verið með formennsku í ráðherranefndinni og líka í Haga samstarfinu almannavarnir og sömuleiðis í NORDEFCO. Þar hefur okkur tekist að vinna vel, og það má segja að Norðurlönd samstaða Norðurlönd orðin ennþá meiri heldur hún hefur verið langt árabil, og þetta mikilvægt hafi þetta í huga þegar við leitum að lausnum á þeim vanda sem við glímum við núna. Kærar þakkir færum við finnska forsætisráðherranum. Mér langar að við höldum áfram, og það fyrsta ansvar, það Eva Lind frá flokkhópi jafnaðarmanna, og Johan Dahl getur beða hann að vera tilbúin með næsta ansvar. Gjörðu svo vel. Kæra þakkir, forsætisráðherra, við höfum mikla þörf fyrir það á Norðurlöndum að auka samstöðu okkar ennþá betur og styrkja almannavarnirnar, og forsenda fyrir því eru betri í velferðarsamfélögum eins og þeim sem við höfum á Norðurlöndum, og við viljum líka þess vegna líka styrkja það sem hefur verið, það sem við hefum kallað norræna gullið, það traust sem að borgararnir bera til stjórnvalda og samfélagsins. Og ef að það koma brestir í þessa samstöðu, við merkjum það að þetta hefur haft áhrif á atvinnu, og þetta hefur áhrif á samhengið og trausti samfélagsins ef að fólk missir vinnuna. Mín spurning til þín forsætisráðherra hvað hægt að gera til að styrkja þessa samstöðu og almannavarnir í þessari stöðu sem að Finnar eru í núna ásamt hinum Norðurlöndunum. Kærar þakkir fyrir þessa mikilvægu spurning. Eins og ég nefndi hérna áðan, þá hefur opinber rekstur verið mjög erfiður hjá okkur, og til þess að geta bjargað finnsku samfélagi þá forsendan eða grunnurinn að hafa góða menntun,
og að líka þeir sem í veikastri stöðu, þeir hafi líka möguleika í samfélaginu. Þess vegna mjög mikilvægt að ná jafnvægi í ríkisrekstrinum og líka að stuðla að því að einkageirinn héldi áfram að vaxa. Við höfum gert ýmsar breytingar og ýmislegt hefur verið svolítið sársaukafullt, en við gerum þetta allt með það að markmiði að verja velferðarsamfélagið og á Norðurlöndum. Ég trúi því að þetta sé rétta leiðin og ég held að við getum náð því markmiði sem að þú nefndir með og vildi koma framfæri með þinni spurningu. Kæra þakkir. Og þá fær Jóhann Dahl svarið og það sem næstur á mælendaskrá beðinn að gera sig að vera tilbúin eftir það. Takk fyrir orðið, herra forsætisráðherra. Við endurskoðun Helsingfors-samningsins, þá sem all ríkisstjórnir koma við sögu og Danmörk hefur veitt fullan stuðning við að Grænland og Færeyjar fái fulla aðild að Norðurlandaráði. Mín fyrirspurn til forsætisráðherrans því þessi: mun Finnland styðja að einnig Álandseyjar, þegar þær óska eftir því, fái sama tækifæri og Færeyjar og Grænland til þess í framtíðinni að geta orðið fullgildir aðilar að Norðurlandaráði, ef þeir sjálfir óska þess? Takk fyrir. Takk. Í fyrsta lagi þá hefur Meginlands, Finnland og Álandseyjar frábært samstarf og það traust þar á milli og við sjáum hlutina sömu augum. En varðandi Helsingfors-samningin og endurskoðuna þar, þá höfum við sem formennskuland, þá höfum við hafið lagalega úttekt sem verður tilbúin við áramót og þessi lagalega úttekt leið og hún tilbúin, þá getum við metið þörfina á endurbótum varðandi Færeyjar, Grænland og Álandseyjar og svo getum við reynt að finna lausnir í sameiningu. Og ég lofa því að við munum gera okkar besta til þess að við getum komið saman. Og það vantar einn hérna í fjölskylduna en við neyðumst til að leysa þessi mál í sameiningu. En við þurfum að bíða eftir þessari lagalegu úttekt fyrst og hún verður tilbúin eftir fáeina mánuði. Takk, það var Annette Hallberg Jansson. Já, forsætisráðherra, samstarfsflokkur okkar, Moderatana, voru með ársþing í Västerås í vikunni og þar var ákveðið fyrst og fremst að það væri mikilvægasta verkefni Svía í utanríkismálum að halda áfram að styrkja Úkraínu, en að öðru leyti voru bornar fram ýmsar tillögur sem að bæði Finnland og Álandseyjar varðar miklu og til dæmis samstarf Norðurlandanna við Eystrasaltsríkin. Þess vegna myndi ég vilja spyrja finnska forsætisráðherrann hvað honum finnst að sé mikilvægast að gera til þess að auka þetta samstarf landanna í kringum Eystrasaltið. Takk fyrir þessa spurningu. Þegar við veltum fyrir okkur öryggisástandinu í heiminum þá það breytt og ef við skoðum þetta með evrópskum augum og ástandið í öryggismálum breytt og við erum svona í miðju á okkar svæði og norrænt samstarf við Eystrasaltsríkin mikilvægt og við þurfum að hafa Pólland og Þýskaland með og í sameiningu þurfum við að vinna tvíhliða, það að segja við á milli Norðurlandana ásamt Eystrasaltsríkjunum í NATO, þannig að við höfum almannavarnir og að við getum aukið áfallaþol okkar. Við höfum ekki einhverja eina svona silver bullet sem getur leyst þetta, en við þurfum að flýta okkur. Okkur liggur á því að Rússland árásargjarn. Það engin ástæða til þess að halda að Putin hætti. Ef hann nær Úkraínu á sitt vald, þá flytur hann herina yfir að vesturlandamærum. Og við þurfum að undirbúa okkur og samstarfi við Eystrasaltsríkin mjög mikilvægt.
Tack. Já, kæra þakkir. Næst tekur til máls Lotta Jónsson, gjörðu svo vel, til að biðja fulltrúa Norðurlandaráðs æskunnar að vera tilbúin. Kæra þakkir, forsætisráðherra, ég held að það er grundvallar atriði að gera það sem nauðsynlegt er til að sjá sér farborða, en margir eru núna atvinnulausir í Finnlandi, rétt eins og í Noregi, rétt eins og í Svíþjóð. Þetta er með mesta atvinnuleysi sem þekkist í Evrópu. Og það er orðið mikil niðurskurður í Finnlandi meðal annars á sviði félags- og heilbrigðismála, og við sjáum til dæmis að fátækt meðal barna hefur farið vaxandi og leið hafa skattar á hina ríkari verið lækkaðir, og þetta veldur klofningi í samfélaginu, og það eru þeir sem að standa veikastir sem að verða fyrir barðinu á þessu. Og hvað er verið að gera til þess að vinna gegn þessari þróun? Já, takk fyrir spurninguna. Eins og ég sagði á undan, þá trúi ég því að velferð í Finnlandi byggist á því að eins margir og kostur geti haft atvinnu. Þeir sem á vinnu færum aldrei sé í vinnu og fyrirtækin hafi vinnu. Bara á þann hátt getum við tryggt lykil þjónustu samfélagsins. Við höfum hafið ákveðna framkvæmdir. Það hafa átt sér stað endurbætur varðandi á félagsmálasviði, og í Finnlandi þá höfum við bætt almannabætur ár eftir ár. Þannig á mörgum stöðum það borgaði sig ekki lengur að vinna. Það var hægt að fá meira í bætur úr félagslega kerfinu heldur en í laun. Og núna hefur hagkerfið líka þjáðst vegna árásarstríðs Rússa, og við höfum ekki fengið ný störf eins og við höfum óskað okkur, en við sjáum merki þess nú að þetta að skána, og þessar endurbætur sem við höfum framkvæmt með aðstoð þeirra, þá munum við fá aukna atvinnuþátttöku, og þá sjáum við að fjárhagur heimilana mun batna og þessar fátæku barnafjölskyldur munum hafa betri forsendur. Tack så mycket. Já, og þá það fulltrúi Norðurlandaráðs ungmenna sem tekur næst til máls. Pääministeri Orpo. Takk, fundarstjóri. Orpo, forsætisráðherra. Við höfum fengið hér mörgu sinnum að heyra. Við búum á einstökum tímum hér á Norðurlöndum þessa stundina. Samkenndin á Norðurlöndum og áfallaþolið eru mjög mikilvæg, og þetta mikilvægt fyrir ungt fólk, fyrir okkur sem stundum nám. Þá menntun og menning eru lykilatriði, og það eru góðar leiðir til þess að finna ró varðandi framtíðina á þessum ólgutímum. Og þess vegna spyr ég þig, hvernig sérðu fyrir að þín ríkisstjórn að stefnan í menntamálum styðji við áfallaþol ungs fólks og trú á framtíðina á þessum ólgutímum? Takk fyrir. Ég byrja með menntamálunum til þess að aðlaga opinber ríkisfjármál í Finnlandi og til þess að gera endurbætur atvinnuþátttöku. Þá hafa við gerða breytingar á fjárlögum og fjárveitingum, og eitt sem hefur verið lykilatriði menntamál. Mennta- og menningamála fjárveitingar hafa aukist 1 milljón evra, og við höfum lagt áherslu á rannsóknir 1 milljarði meira, þannig að ungt fólk muni fá vinnu og geti haft fyrirtæki sem standa sig vel í fyrirtæki. Og svo hefur miklu fjármagni verið varið í grunnskólan, þannig að börn verði tilbúin eftir grunnskóla eða hafi þá færni í lestri og reikningi og stærðfræði. Og þetta eru mjög mikilvægt val sem við höfum tekið þegar við höfum orðið að spara. Já, menningamál, það lykilmál, og því miður hefur orðin ákveðin niðurskurður á menningarsviði, en ef við skoðum opinbera geirann í Finnlandi og sveitafélagasviði og þann stuðning sem við veitum til menningamála, þá standa þau mál vel. Takk fyrir fyrirspurnina. Það hefur verið enn einn beðið orðið til að veita ansvar.
fundarstjóri, forseti. Finnar og hafa rætt samstarf í Eystrasalti við forráðamenn Evrópusambandsins, en líka tenginguna við Svíþjóð sem mikilvægt samstarfsríki í þessu samhengi. Og Finnland hefur áður haft jafnbrautir þar sem að sporvíddin svo sama í Rússlandi, en annars staðar notuð svo sama sporvíddin sem notuð annars staðar í Evrópu, og þetta hefur gert það erfitt að tengja Finnland við hin Norðurlönd. Núna ætla Finnar sér að endurnýja jafnbrautakerfi til þess að laga það að evrópska kerfinu með tilliti til þessara breyttu stöðu í öryggismálum heimsins. Kysymyksestä tosiaankin Suomessa on sen ajan perua, kun olimme osa Venäjän. Með tilliti til þess að við vorum hluti af Rússlandi einu sinni, þá höfum við aðra sporbreidd en annar staðar í Evrópu, og þetta áskorun sem við reynum að leysa núna. Og þegar við hugsum til eftirfarandi fjármögnunartímabils Evrópusambandsins, þá reynum við að fá fjármagn til þess að leysa þetta vandamál, þetta með sporbreiddina. En okkur skilst að, og þetta veldur okkur miklum áhyggjum, við ættum að geta beint sjónum að öðru, en við verðum að skoða þetta með sporbreiddina, og þetta það síðasta sem við viljum þurfa að gera, en við viljum gjarna vera hluti af Evrópu. Tack så mycket. Och med det så... Kæra þakkir, og þar með þakka ég forsætisráðherra Finnlands fyrir þessa umræðu. Og ég gef Katrín Sjögren orðið næst. Forseti, ágætu norrænu vinir, Norðurlönd heyra saman sögulega í menningarlegum skilningi og milli fólks. Við höfum byggt upp árangursrík samfélög sem standa sig vel í samkeppni við önnur lönd þrátt fyrir erfitt loftslag og landslag. Við deilum sameiginlegum lýðræðislegum gildum og við stöndum saman í þessum órólega heimi. Forsætisráðherrar okkar koma úr mismunandi ólíkum stjórnmálaflokkum. Engu að síður tala þeir einni röddu út á við og mér finnst að við höfum öll að vera mjög stolt af því. Með framtíðarsýn okkar til ásins 2030 í samræmi það hafa Finnar og álandseyingar unnið að því á formennskuári sínu að gera Norðurlönd að sjálfbærara og samkeppnishæfara svæði. Þetta markmið sem snýst að verja gildi okkar, auka öryggi okkar og horfast í augu við það að við þurfum á hvert öðru að halda og við þurfum að hlusta og þurfum að því að halda aðrir hlusti á rödd okkar og skilji lausnir okkar. Þegar öryggið minnkar í heiminum þá hafa böndin okkar í milli styrkst. Við erum ekki sammála um allt, en við trúum á öflugra norrænt samstarf og evrópskt samstarf að það sé lýðræðislegt svar við þessari órói í heiminum. Ég álandseyingur, Finni, Norðurlandabúi og Evrópumaður. Trúin á öryggið trúin á það að þegar við þurfum að hjálpa að halda, að þá fáum við þá hjálp, hvort sem það í skólanum, hjá lögreglunni eða annars staðar. Það að velferðarríkið, velferðarsamfélag virki vel, það byggist á tiltrú og menningar og þekkingarnefndin gæti hugsanlega unnið að því að finna bestu lausnirnar til þess að bregðast við þessum vandamálum.
því að lýðræði er ekki eitthvað sem er stöðugt, það er eitthvað sem verður að skapa frá degi til dags. Menningin og menntunin bindur okkur saman. Það er þetta sem við erum að reyna að verja. Ég held að við gerum okkur stundum ekki grein fyrir því hversu mikil þessi norræna menning er í umhverfi okkar. Við erum kannski að hlusta á Ásgeir eða Kai, lesa eitthvað eftir Vibeke Holst eða sjá sænska leikriti Ivor Stelle í leikhúsi í Noregi. Það er sífellt mikilvægur fyrir okkur að það sé auðvelt að fara milli landana til þess að búsetta sig það til þess að vinna eða stunda nám. Við erum alveg háð þessu á Álandseyjum og líka háð því að fá fólk flytist til Álandseyja til þess að vinna og þess vegna verðum við að rífa niður hindranir á landamærum og skapa Norðurlöndin þar sem að ferðafrelsið er algert. Við viljum sjá ennþá nánara samstarf á þessu sviði þar sem hvað sem það snýst á hvaða sviði sem þetta samstarf er. Að lokum vil ég þakka forsætisráðherranum, Orpo, öðrum ráðherrum og embættismönnum fyrir gott samstarf á þessu formennsku ári. Kæra þakkir og þá fyrsta ansvar kemur frá Jóhann Andersson í flokkahópi jafnaðarmanni og Katrína Derimar er næst í röðinni. Kæra þakkir. Mér langar til þess að beina þessari spurningu til ráðherra að í Álandseyjum er verið að vinna að því að byggja upp vindorku á hafsvæðinu mitt á milli Svíþjóðar og Finnlands. Þetta er mjög umfangsmikið verkefni og markmiðið er að framleiða mikla græna orku og það sem á að mun nýtast bæði suðvestur Finnlandi og Svíþjóð. Vandinn hjá okkur er að mörg verkefni hafa fallið sjálfsig vegna andstöðu sveitarfélaga og þess vegna langaði mig til að spyrja hvað sé hægt að gera til þess að þessi verkefni verða raunveruleika. Á Álandi höfum við haft mjög gott samstarf við varnarmálayfirvöld og við höfum mjög góð skilir til vindorku vinnslu bæði fyrir sunnan og norðan eyjarnar og niðurstaðan er svo að það sé hægt að framleiða mjög mikla vindorku norður af eyjunum. Þetta er líka mjög mikilvægt hernaðarsvæði í hernaðarlegum skilningi milli landana tveggja Finnlands og Svíþjóðar og við teljum með því að koma þessu upp þá getum við lagt okkar af mörkum til þess að framleiða orku og til grænna umskipta. Við vorumst til þess að geta leigt út þetta svæði frá með næsta ári og við vonum til þess að markaðurinn bregðist við og við finnum fjárfesta sem eru tilbúin að fjárfesta í þessu og að þetta geti tekið um það 7 til 10 ára framkvæmdir hefjist. Katrína Derimar og ég ætla að biðja næsta ræðumann að vera tilbúin. Kæra þakkir, forseti. Ég er með svipaða spurningu og sá sem kom undan mér. Það hafa verið miklar umræður þessa vindorkuvinnslu til hafs og ég veit að það eru mörg orkufyrirtæki sem vilja fjárfesta í þessu leið en erfitt að finna góð svæði, hentug svæði og líka að tengja þessi vindorkuver við orkukerfið. Á Álandseyjum hefur byggst upp mikil þekking á því hvernig er hægt að byggja þetta upp án þess að það ógni varnarhagsmunum landsins. Hver eru stærstu kostirnir við að efla samstarfið milli Svía, Finna og Álandseyinga slíka uppbyggingu en líka tengingar við orkukerfið beggja vegna Eystrasalts. Forseti, við ræddum það í morgun við forsætisráðherrana að við þurfum að hafa góðar aðfangakeðjur og við þurfum að hafa gott samstarf hráefni, sæstrengi, gervitungl og svo framvegis. En við þurfum líka að hafa samstarf orkumálin
og þetta verkefni okkar, þetta stóra álandska verkefni sem kallað Sunnanvind, þetta ekki eingöngu fyrir álandseyinga, þetta orka sem við ætlum að framleiða fyrir öll Norðurlönd og fyrir Evrópu. Við höfum ekki mikla orkuþörf hjá okkur sjálfum, við notum vindorku þegar mjög mikið og erum að mestu sjálfum okkar næg, en þetta okkar framlag til norræns og evrópsks samstarfs og ég vona að markaðurinn sýni þessu áhuga og að við getum komið þessu upp. Við höfum líka haft góðar viðræður við Landsnet bæði Svíþjóðar og Finnlands og ég sannfærð að það verður hægt að finna lausn á því máli líka. Takk forseti og háttvirtur ráðherra. Á tímum þar sem Norðurlöndin fjárfesta mikið í vörnum og her, þá stendur Áland sem kyrrt en öruggt dæmi. Í bráðum 170 ár hafa Álandseyjar kosið frið fremur en vopn og sýnt að öryggi hægt að byggja á trausti og ekki ógnum. Við segjum að friður grundvöllur að velferðarlíkan okkar, en framkvæmum við samkvæmt því. Fyrirspurn mín til álenska ráðherrans hvernig geta Álandseyjar með sitt herlausa svæði og sína stöðu stuðlað því að tryggja öryggi fyrir norræna íbúa. Ekki með því að vígbúast, heldur með friðsamlegri forystu. Getum við náð fram friði og gert hana að virkum hluta af öryggismálastefnu okkar og ekki bara einhverja góða hugsjón. Takk fyrir, frú forseti. Þetta þannig að umræðan mjög mikið herinn, það að segja samfélagsumræða á Norðurlöndum og Evrópu. Ég vil segja að þetta afvopnun og hlutleysið mikilvægur hluti á þessu herlausa svæði. Það að standa við gerða samninga og vinna fyrir friðsamlega lausnir. En einnig almannavarnir og Finnland og Álandseyjar vinna saman almannavarnir en einnig varnarmál. Og þrátt fyrir að við séum frá herlausum Álandseyjum og við höfum átt mjög góðar viðræður við utanríkismálaráðherra og varnarmálaráðherra, en ástæðan að við höfum náð samstöðum að við viljum hafa frið og þá viljum við nota diplomatískar lausnir í staðinn. Kæra þakkir. Við þökkum ráðherranum fyrir umræðuna og næsti ræðumaður Felixson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það og takk fyrir orðið. Já, við stöndum frammi fyrir stærstu ógnum síðan í seinni heimsstyrjöldinni og það snýst öryggi og frelsi og áframhaldandi skýran stuðning við Úkraínu. Og takk til Ursulu von der Leyen fyrir í dag. En þetta snýst að sjálfsögðu líka varnir fyrir samfélagslíkan okkar og lýðræði og menningu og menningararfi. Þessi hernaðarlegi vígbúnaður, við munum veita gríðarlega miklum peningum í varnir, elt samstarf þvert á löndin, en einnig þurfum að efla okkur andlega. Meiri Línu Langsokk, meira Tói Jansson, meira Knausgård og meira Hal Koch, sterk skuldbindandi samvinna og gagnrýnir blaðamenn og lifandi lýðræði. Og það mikilvægasta vopni gegn þeirri upplýsingaóreiðu sem eins og flóðbylgja. Við þurfum að berjast okkar lýðræðslegu gildi og rætur samfélagsins og til þess að geta varið okkur. Þess vegna þurfum við að efla norrænan skilning og samtal þvert á löndin og nota öflugan menningu til að skapa samtal og traust. Og það fyrst og fremst traust sem hefur skapað samfélag okkar. Það styrkurinn við Norðurlöndin
Ég vona að allir vilji halda fast í það þannig að við höfum sem sterkastar varnir og getum þannig tryggt samstöðu okkar og sjálfsmynd okkar og lýðræðisleg gildi. Og einnig þessi öflugu velferðarsamfélög sem hafa gefið íbúum okkar flest tækifæri gegnum tíðina. Við þurfum að efla mótstöðuafl okkar sem svæði. Rússland heldur áfram árásarstríði sem gegn Úkraínu, þau vilja sundra okkur en Rússland mun aldrei nokkru sinni, þeir mun aldrei takast að sundra okkur. En ég ánægður með að við eflum samstarf á Norðurlöndum, við þurfum að vera traustari og við þurfum að auka samfélagslegt öryggi og efla viðbúnað þvert á landamæri þannig að við getum staðið gegn fjölþátta ógnum sem munu koma jafnt og þétt. Við höfum elt samstarf okkar á Eystrasaltssvæðinu, við höfum elt samstarfið á norðurslóðum og við höfum elt samstarf varðandi skuggaflota Rússa en við þurfum að megum búast við því að við munum sjá fleiri drónaárásir, fleiri hermdaverk og meiri upplýsingaóreiðu og fleiri blöðrur sem fljúga yfir landamærin til Eystrasaltsríkjanna og allt þetta annað sem er hluti af fjölþáttaógnum. Og þess vegna þurfum við að efla viðbúnaðinn og það er viðbúnað sem skiptir sköpum sem við erum öll með í NATO núna og við hliðina er einnig evrósamstarf sem er hægt að efla enn frekar. Við vitum hér á Norðurlöndum að enginn getur staðið einn á sínum fótum. Við þurfum að standa saman í mjög miklum órólegum heimi. Takk fyrir orðin. Tack så mycket. Och första talare. Fyrsti ræðumaður kemur frá Dagbjörtu Hákonardóttur og að fyrir loknu er það Jóni Óvaska sem við byggjum að vera tilbúin. Ég tala á íslensku. Og ráðherra, þegar við ræðum öryggi og viðnámsþrótt og seglu, þá má hvorki vanrækja norðurskautið né vanmeta fólkið sem þar býr. Við sjáum að stórveldin vilja gera svæðin okkar að sínu, svæði þar sem við verðum að gera allt sem við getum til að efla norræna sjálfsmynd. En til þess að svo verði, þá verðum við að byggja á jöfnum tækifærum til þess að íbúar norðurslóða geti axlað þá ábyrgð sem við þurfum að gera. Mér langar því að spyrja forsætisráðherra frá því hvernig hún hyggst auka á danska fjárfestingu í innviðum og í stjórnsýslu og í menntakjörum Grænlands, þannig að landið geti í auknum mæli axlað ábyrgð og aukið á öryggi okkar alla á norðurslóðum. Það var það, Mette Frederiksen. Já, þakka fyrir þetta. Ég er ekki viss að ég hafi heyrt þýðingunni í heild sinni. Ég verð því miður að biðja þig að endurtaka spurninguna. Já, þú mátt alveg spyrja mig á dönsku ef það er betra. Ég ætla bara að endurtaka spurninguna mína. Hvernig sér forsætisráðherrann fyrir sér að hún geti fjárfest í menntun á Grænlandi svo grænlendingar geti sjálfir tekið ábyrgðina á sínu svæði? Jú, þakkaði fyrir og þakkaði fyrir að þú skulir bregða fyrir móðumáli mínu. Ég er ekki sem ég geti endurgoldið það. Jú, núna fyrir örstuttu síðan þá gerðum við mjög mikilvægan rammasamning við grænlensk stjórnvöld sem fjalla einmitt fjárfestingar meðal annars í innviðum en hreinlega í sjálfbæri þróun á Grænlandi og það er að við styðjum vegna þess að framtíð Grænlands mótast af grænlendingum sjálfum og við teljum það þessi verkefni nokkuð til að gera allt sem við getum til þess
að þróunin verði jákvæð á Grænlandi. Og meni ef orðið það langar til að nota tækifæri til að þakka öllum norrænum kollegum í öllum löndum að þá hefur danska konungsríkið með þær höfðu staðið mjög sérstakri stöðu í byrjun árs og það vermdi okkur svo sannarlega hjartarætur í Danmörku hvað við fundum mikið norræna stuðning við Grænland. Takkaði kærlega fyrir þetta og þá gefum við Jóni Óvaska orðið og að við loknu Bryndísi Harðardóttur. Þakkaði fyrir forseti og ágætu forseti að það langt síðan að við funduðum síðast. Og nú eldhúsborðað heima hjá Mette Frederiksen orðin táknu samheldni á Norðurlöndum. En norrænt samstarf verður líka að geta virkað á venjulegum tímum, rétt eins og líka ófriðatímum. Og þess vegna uppbyggingin mjög mikilvæg ef við viljum tryggja samfellu og seglu. Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin eru táknnorrænnar samvinnu. Það margir sem bíða eftir því að varnar- og öryggismálum verði hluti af Helsingfors-samningnum til þess að þetta geti orðið formleg samstarfsvið í norrænu samstarfi. Og þetta fjallar einmitt viðbúnað við krísum og seglu. Og þess vegna vil ég spyrja hvernig danska ríkisstjórnin hyggst beita sér fyrir endurskoðun Helsingfors-samningsins á meðan að Danir gegna formennsku og verður hægt að samþykkja nýja Helsingfors-samninga ári á þinginu. Að auðvitað frá dönsku sjónarháli þá náttúrulega erum við mjög meðvituð þá vinnu sem þar með tilliti til bæði Grænlands og Færeyja og það það sem okkar helsta hvatning. Og út frá varnarmálum og öryggismálum þá vil ég aðeins lyfta hérna gulu flaggi. Við verðum að gæta þess að funda ekki of oft sama málefni. Nú það samstarfi innan NATO sem skiptir mestu máli og ég ákaflega ánægð með að tvær bræðraþjóðir okkar skulu vera komin með í varnarbandalagið. Vegna þess að það sem skiptir máli. Staðan okkar í Evrópusambandinu og NATO það sem skiptir mestu máli og það að sjálfsögðu eðlilegt að við ræðum varnar- og öryggismál á norrænu vettvangi. En ég sé mest fyrir mér að við ræðum viðbúnaðarmál og almannavarnir í löndunum vegna þess að löndin eru svipuð innbyrðis. Við þurfum meiri þjálfun, við þurfum fleiri æfingar, við þurfum að efla samstarf á þessu svið, ekki síst við Eystrasaltið og síðan vil ég gjarnan geta þess að það þörf á nánara lögreglusamstarf á Norðurlöndum vegna þess að það eru skipuleg glæpastarfsemi í löndunum sem þvert á landamæri en ég vil vara við því að við förum að afrita umræður af öðrum vettvangi. Þakkaði fyrir þetta og þá það Bryndís Haraldsdóttir sem fær orðið og Ann-Kristín Frúholm verður tilbúin. Ég tala på íslensk. Já, kæri forsætisráðherra, hér fyrir utan húsið eru 8 þjóðfánum flaggað. Það eru 8 fánar hér í salnum. Það eru þingmenn frá 8 Norðurlöndum. En því miður eru bara forsætisráðherrar frá 7 löndum. Við þekkjum forsögu málsins, grænlendingar eru móðgæðir, þeir upplifa sig ekki sem raunverulegan þáttaka í norrænu samstarfi. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hver hennar afstaða til þess að grænlendingar séu ekki með okkur hér í dag. Á síðasta ári þá afgreiddi Norðurlandaráð samhljóða ályktun það að krefjast ríkisstjórnanna til þess að breyta Helsingfors-sáttmálanum og opna það fyrir öllum 8 löndunum í norrænu fjölskyldun okkar. Mér langar líka að spyrja hæstvirtan ráðherra hvenær hún telji að við getum breytt Helsingfors-sáttmálanum og hver hún telji að við fáum grænlenska ráðherra aftur með okkur í salinn. Já, kæra þakkir fyrir góða spurningar. Ég mjög
ánað með að því að tólka þetta sem stuðning frá Íslandi við því að grænlendinga verði hérna félagar okkar í jafnræðisgrundvelli vegna þess að ég tel líka að þetta séu lönd sem að eru mikilvægt svæði á Norðurlöndu sem bæði með sterka þjóður og sterka menningu og það eru ósk dönsku ríkisstjórnarinnar og eins grænlendinga og færeyinga að þessar þjóðir geti tekið þátt í norrænu samvinnu á jafnræðisgrundvelli á við aðrar þjóðir. Þess vegna höfum við hafið núna lagalega úttekt sem ætti að gera mynda grunninn að endurskoðun að samningnum þannig að það verði hægt að endurskoða samstarfið. Mér þykir mjög leitt að grænlendingar skuli ekki verið hér á staðnum. Við fyrir okkar leitum eigum mjög náið samstarfið grænlensku landstjórnina og við tökum undir einlæga ósk grænlendinga það að við gerum breytingar á norrænu samstarfi. Takk kærlega fyrir þetta. Þá það Ann-Kristín Frúm næsta mánudagskrá yfir Hegebe í Nyholdum að vera tilbúna. Takk kærlega fyrir fundarstjóri. Nú var spurning mín lýðræði og norræn gildi og þá ég hugsa lætin sem voru bæði á öldunum 2020-2022 þegar það voru 300 lögreglumenn í Danmörku og Svíþjóð sem að slösuðust og núna eiga Svía miklum vandræðum með ýmsar mótmælagöngur og þær hafa meðal verið hérna fyrir utan þinghúsið og tjáningafrelsið nokkuð sem að hér spurningin það sömu sem virðist þarna að það sé ákveðin ögrun sem felist í þessu að nú hefur starfið í Danmörku mörgu leyti verið fyrirmynd af því sem að gert í Svíþjóð og að nú hafa Danir til dæmis sett Kóranlögin og mig langt til að spyrja forsætisráðherrann hvernig þessum lögum, Kóranlögum beitt í dag og var þetta fljótfærni? Ég ver algerlega þessa dönsku löggjöf, ég lýðræðissinni í hjartanu en ég líka mótuð af því að lýðræðisleg gildi byggjast á því sem til dæmis hér í þessum sal sem byggjast á lýðræði að ef við erum í stjórnmálaflokkum eða greiðum atkvæði kosningum og við sem fulltrúa lýðræði það það sem ég vera grunnsteinninn en mér þykir minna aðgerðir af þessu tagi sem að mér finnst að vera á mörkum þess ég hef verið stjórnmálamann sem hefur meðlans orðið fyrir ónæði af mótmælum sem fyrir málstað Palestínu. Við sjáum líka þessa sömu tilhengu í Danmörku það sem komið dónalega fram við stjórnmálamenn þær beitir hótunu og ég tel líka að samfélagsmiðlarnir sé að ganga lýðræðinu dauðu. Nú ég nú orða ég þetta mjög opinskátt en ég tel að það sé mjög mikilvægt að við stöndum vörð lýðræðið okkar og mér finnst ekki meira að tjá skoðanir sína með þessum hætti. Þá það Hege Beit sem fær orðið og við byrjum Andrés Jónsson að vera tilbúin. Já, forsætisráðherra á 2 árum þá hefur alþjóðasambandið orðið vitni af því sem að gerast á Gaza-ströndinni. Við sjáum þjáningafólk sem hefur þurft að leggjast á flótta og við verðum fréttir af börnum sem að missa útlimi, að það vantar lyf og læknabúnað. Og alltaf heilbrigðisstofnunin hefur hvött lönd heims til þess að veita læknisaðstoð en enga síður hafa dönsk stjórnvöld gefið mjög skýrlega til kynna þeir hafi ekki getu til þess að verða palestinumönnum þar að liði og dönsk stjórnvöld hafa hafnað því að senda líf og læknabúnað til skafa. Og þar eru Danir ólíkir Norðmönnum að því leita að þeir eru tregir til að rétta fram hjálparhönd.
Já, þakkar fyrir þetta. Nei, ég vil stuttasvarið það að við viljum hjálpa fleiri sjúklingum á þeirra heimasvæði og ég held líka að það sé stuðningur annara við það að mannúðarástandið á Gaza er gífurlega alvarlegt og þess vegna er ég fegin því að það skulle vera komið vopnahlé og það muni leiða til varanlegs friðar. Og það er mikilvægt að við fáum mannúðarhjálp sem að berist til Gaza en við verðum líka að ráða niðurlögum Hamas og ég vona að við eigum þessa ósk sameiginlega vegna þess að það þýðir ekki þessum heima að gyðingar get ekki fengið að lifa í friði í sinni eigin samfélagi því að líka að antisemitismin springur núna víða lönd og það er heldur ekki meiningin að Ísrael fá ekki að lifa sem sjálfstætt ríki. Þess vegna teljum við þessi mikilvægt að hjálpa fólki þar sem það er fyrir. Ég þakka fyrir þetta og þá er það fullur Norðurlandaráðs ungmenna. Já, þakka þér fyrir og ágætu forsætisráðherra. Ég sé að þú tala mikið viðbúnað og öryggi og þetta eru mikilvæg málefni. En ég vil minna á það að Fremskrittspartíið okkar í Noregi er orðið næststærsti flokkun í Noregi en við sjáum líka að glæpastarfsemi ungs fólks fer sífellt vaxandi og þetta er gífurleg áskorun í Noregi. Og við sjáum ofta þetta unga fólk, það gengur þessi glæpasamtök og það leita til þeirra í gegnum samfélagsmiðla, handa landamærin og það sé alveg komið til að spyrja forsætisráðherrann hvaða reynslu hún hefur í Danmörk að glæpastarfsemi ungs fólks og hvernig þetta bregðast við því. Já, og takk fyrir svöruna. Við erum með brotastarfsemi líka í Danmörku og það er vandi. En við höfum færri glæpi en á mörgum öðrum stöðum af því við höfum mjög harða utanríkismálastefnu. Við skulum vera heiðarleg að mikið af þeim slæmu glæpum við höfum aldrei haft þá glæpi áður og alls ekki í þeim mæli sem við sjáum núna og ég segi því miður það er samhengi á milli innflutnings frá Miðausturlöndum og Afríku og það skýrir þessa bylgju sem er núna þannig að hörð stefna í útlendingamálum er nauðsynleg og við berjumst gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Við höfum innleitt harðari refsingu en við höfðum áður og það er á meðal lágmarks refsingu fyrir að við hafa vopn í sínum fórum og við höfum innleitt tvöfalda refsingu ef menn taka þátt í skipulagðum glæpagengjum og við erum núna að hefja refsingar endurbætur þar sem við munum herða refsingar enn freka það til dæmis fyrir ofbeldisglæpi þannig í stuttumáli ef við viljum hafa samfélag sem við viljum hafa hér á Norðurlöndum þar sem er frelsi og öryggi þá verðum við að hafa stjórn á því hve margir koma hingað utan að og við verðum að refsa harðlega þeim sem að brjóta reglur samfélaganna og þetta er að sjálfsögðu sagt á þeim grundvelli að það hefur komið heilmikið af fólki til meðal annars Danmerkur sem að í dag stunda störf og sjálfu sér nægt og haga sér vel en ef maður skoðar tölfræði yfir afbrot þá er það því miður þannig að þar hallar á innflytjendur. Þá er það fulltrúi Norðurlandaráðs æskunnar, ungmenna sem spyr. Takk, frú forseti. Ég vil halda því fram að stærsta bráðnun Norðurlanda er í Eyrarsundssvæðinu. Þarna færa Norðurlandabúar sig á milli landana eins og ekki á neinum öðrum stað á Norðurlöndum. Þess vegna skiptir sköpum að þetta svæði lifi í frið og spekt. Við sáum faraldrinum hvernig þegar landamærum var lokað og svo það er aukin stríðsáhætta, það getur skapað svipuð vandamál. Þess vegna vil ég spyrja forsætisráðherrann hvað getum við gert til þess að tryggja samlífi á Eyrarsundssvæðinu og hvernig getum við útbúið svona viðbúnaðar og samgönguáætlun fyrir svæðið. Í fyrsta lagi ég er ekki á móti landamæraeftirliti, ég er með landamæraeftirliti
Mér finnst það vera mikilvægur hluti þess að passa eigið land að maður vitir hverjir koma inn í landið og maður getur snúið þeim við sem ekki eiga að koma inn í landið. Og þess vegna höfum við langt skeið í Danmörku haft landamæraeftirlit og það hefur Svíþjóð reyndar líka og mörg önnur evrópsk ríki hafa það. Þannig að ég verð að vera heiðarleg og segja þetta ekki þannig að ég leitist eftir Norðurlöndum sem ekki landamæraeftirlit því það mun vera hætta á hryðjuverkum til dæmis. Svo við neyðumst til að vita hverjir koma inn í löndin. Við þurfum að sjálfsögðu gera allt sem í okkar valdi stendur til að venjulegt fólk sem til dæmis að færa svo milli landa til að leita vinnu eða stunda nám eða að velferðarástæðum, en afstæðan ekki svo að landamæraeftirlit sé slæmt. Það nauðsynlegt til þess að gæta míns eigin lands. Og ef að kemur stærri kreppa og erfiðara ástand, þá mun vinna á landamærunum vera hluti af því. En ég held að við séum svo samþætt hér á Norðurlöndum að við getum vel tekið á því þannig að við getum áfram haft virkan vinnumarkað og ekki síst Norðurlönd þar sem ungt fólk getur fært sig þvert á landamæri til að stunda nám en ekki til að stunda glæpi. Og þau vandamál sem við höfum meðal annars séð í Suður Svíþjóð, við höfum enga óskum að fá þau vandamál til Danmörkur. Takk fyrir það. Þar með þökkum við Mette Frederiksen forsætisráðherra fyrir umræðuna og höldum áfram. Lögmanns Axel Wilhelmsen Johansen frá Færeyjum. Frú forseti, kæru kollegar, kæru norrænu vinir, þegar ég horfi yfir þessa samkomu sé ég ekki aðeins lönd og landamæri, ég sé fjölskyldu. Fjölskyldu sem deilir gildum, sögu og tungumáli, en líka sjó, von og vindi. Síðasta vika hefur fyllt stolti fyrir Færeyjar. Eftir 39 ár unnum við aftur norrænu bókmenntaverðlaunin að þessu sinni með ljóðabók Vonbjörtu Vang, Svört orkídé. Á þessum tímum höfum við þörf fyrir meiri sígildar bókmenntir heldur en svona yfirberskenda samfélagsmiðla. Vonbjört hefur sagt í sambandi við verðlaunin, og hér kemur færisetning: hóast við skrifa á einum evarska litlu máli svo skrifa við sterkar og týdningar miklar bökur og þýtt. Þó að við skrifum á afar litlu máli skrifum við sterkar og mikilvægar bækur. Og eins og það væri ekki nóg, hlaut kvikmyndin The Sister Paradise på jord norrænu kvikmyndaverðlaunin í fyrsta sinn í sögu Færeyja. Því jafnvel á eyjum langt út í hafi eru sögur sem snerta öll Norðurlönd. Þessi verðlaun snúast ekki bara list, þau snúast sýnileika, að vera séð og tekin alvarlega sem hluti af norrænu samstarfi. Þegar að lítið tungumál heyrist verða öll Norðurlönd ríkari. Ljós smærri samfélag eru ekki veikari þó að þau lýsi fyrir færri. Færeyjar vilja leggja meira mörkum til þessa sameiginlega máls. Við viljum standa á eigin fótum í Norræna húsinu, ekki til að losna úr því, heldur til að standa hlið við hlið. Eins og viti á hafi, sjálfstætt í sínu ljósi, en hluti af sömu strandlínu. Því Norðurlöndin eru landslag margra radda og hver rödd á skilið að hljóma frjáls. Fyrir fáeinum vikum síðan fékk færeyska landstjórnin viðurkenningu í margra ára deilu sjálfstæða færeyska aðild að World Trade Organization. Þessi úrskurður átti að fjarlægja allan vafa að danskur ríkisréttur ætti að vera hindrun fyrir sjálfstæðri færeyskri aðild að Norræna ráðinu. Þess vegna hlakka ég til að setja á fót nefnd sem mun endurskoða Helsingfors-samninginn. Kæru vinir, við stöndum á tímum
þar sem sameiginlegur styrkur okkar prófaður. Öryggi má ekki taka sem sjálfsögðan hlut, en saman getum við staðið gegn áskorunum. Saman getum við byggt öryggi, frelsi og traust bæði í stjórnmálum, menningu og daglegu lífi. Formennska Danmerkur og Færeyja árið 2026 gefur okkur tækifæri til að leggja áherslu á samfélagsöryggi, norrænt notagildi og sameiginleg gildi milli Norðurlandana. Norrænt samhengi snýst ekki aðeins samstarf, það snýst að sjá hvert annað í bókmenntum, kvikmyndum, daglegu lífi og í vilja til að standa saman, jafnvel þegar við stöndum hvert fyrir sig. Takk fyrir. Ég er búinn að fá fyrirspurn, auka fyrirspurn og þeim hefur ekki tekist að leggja fram fyrirspurn. Við höfum ekki tíma fyrir fleiri vegna tímaramans. Nú gef ég fyrst orðið til Kristín Lufsus og Eva Bíóti þarf að vera tilbúin. Takk forseti og takk fyrir lögmannsins fyrir greinargerðina. Öryggisástandið í Evrópu og í heiminum hefur breyst mjög verulega. Norðurlöndin líta á færeyskt land og það þarf að auka öryggi til dæmis á norðurslóðum og í Atlantshafi. Já, eins og lítið eyjasamfélag sem einangrað í Norður-Atlantshafi, þá öryggi á norðurslóðum hefur mikla þýðingu fyrir okkur. Bæði þegar kemur að styrjöldum og líka þegar kemur að innviðum, mikilvægt, því að við erum mjög opin fyrir til dæmis sæstrengir sem liggja á sjáarbotni sem hægt að skemma. Við erum bara með 2 sæstrengi til útlanda, þannig ef þetta eru símafjarskipti, þess vegna hefur það mikla þýðingu bæði fyrir norrænt samstarf en einnig fyrir Evrósamstarf og NATO-samstarf. Og þess vegna samstarf sem við eigum við nágranna okkar og NATO, það skiptir miklu máli varðandi öryggi og einnig varðandi Norður-Atlantshafið. Kæra þakkir. Þá það Eva Bíóti og síðan það Marianne Paviasen. Kæra þakkir, forseti. Ég vil byrja á því að segja ég hef farið og heimsótt Færeyjar og ég þekki Færeyinga og það skiptir meira máli en maður kannski hugsa sem stjórnmálamaður að sjá veruleikan í öllum Norðurlöndunum. En fyrirspurn mín tengist fyrri fyrirspurn og líka ræða Mette Frederiksen. Og við höfum rofna sæstrengi og skemmdir á sæstrengjum. Og hver hættan núna og fjölþáttaógnir í ljósi þess sem hefur gerst í Eystrasalti og líka það hefur verið sýndur áhugi frá Grænlandi, frá Bandaríkjunum. Takk fyrir að nefna þetta. Það engin, fyrst vil ég segja, Færeyjar standa ekki verra við en NATO bara almennt, en það eru mörg rússnesk skip á færeyskum siglingaleiðum og við sjáum til dæmis í Eystrasalti, það getur þá auðvitað líka gerst við Færeyjar. Við erum bæði á verði gagnvart þeim skipum sem að sigla Norður-Atlantshaf, einkum rússnesk skip, en við eigum einnig samtal við að fá með Danmörku og Grænland til þess að tryggja sæstrengi og fá nýja sæstrengi, þannig að séu fleiri sæstrengir ef að verður árás á einn sæstreng. Og við reynum að undirbúa okkur í Norður-Atlantshafi og við höfum samþykkt þetta einróma í þinginu þegar að kemur á okkar eigin öryggismálum á okkar svæði. Kæra þakkir. Þá það Marianne Paviasen. Gjörðu svo vel. Við vitum að Færeyjar
í mörg ár hafa leitað eftir fullgildri aðild að Norðurlandaráði. Nú þetta við hæfi varðandi endurskoðun á Helsingfors-samningnum. Okkur skilst líka að Færeyjar hafi nýlega unnið lagadeilu með tilliti World Trade Organization með fullgild aðild að þeim samtökum. En fyrirspurn mín til forsætisráðherra Færeyja snýr svo að því hvað á að gerast í framhaldinu í Færeyjum. Eru samningaviðræður í gangi við dönsku ríkisstjórnina sjálfstæði Færeyja? Það kannski næsta skrefið fyrir eyjarnar? Takk. Fyrst, við vorum ósammála við Danmörku lagalega séð hvort að Færeyjar ætti að fá aðild að World Trade Organization. Þetta var lagaleg ósætti, ekki pólitískt. Og niðurstaðan sú að Færeyjar geta verið fullgildur aðili að þessum samtökum. Og ef að Helsingfors-samningur verður endurskoðað, þá getum við einnig fengið fullgild aðild. Það mín túlkun. En þegar kemur að samstarfi við Danmörk, þá eigum við mjög gott samstarfi við Danmörku, bæði forsætisráðherrann og dönsku ríkisstjórnina. En það eru ákveðin utanríkismálefni þar sem við viljum breytingar varðandi skipanina sem ríkir í dag. Við viljum halda áfram samstarfi, en þar sem það er á jafnréttisgrundvelli og sjálfstæð ríki sem að vinna saman. Takk fyrir það. Og þar með umræðinu lokað og ég þakka lögmannum kærlega fyrir. Og þá komið að forsætisráðherra Íslands, Kristrúnu Frostadóttur. Kæru norrænu vinir. Ég var spurð á því á nemenda í barnaskóla í Núk á dögunum hver mikilvægstu skilaboð mín væru til barnanna. Ég svaraði til að við ættum að vera stolt af rótum okkar og menningunni. Í því fælist styrkur sem varðaði leiðina fram á við. Norrænu þjóðirnar eiga sér ólíka sögu en samstaða og umburðarlyndi hafi verið rauði þráðurinn í samfélögum okkar. Samfélög þar sem að fólk getur sett sig hvert í annars spor öruggara en sundrað samfélag. Það hafa fylgt í réttindi en líka skyldur að búa í norrænum ríkjum. Að bera ábyrgð á samfélaginu sínu hinn sanna ættjarðarást. Lengi vel var þetta samstaða hér á Norðurlöndum. Nú lifum við aftur á móti tíma þar sem grunngildi svæðisins okkar í hættu. Orðræða sem ylur á klofningi og færir fólk fjær hvert öðru hefur víða náð fótfestu í nafni ættjarðarástar. En heilbrigð ættjarðarást ekki byggð á sundrung. Hún byggð á samstöðu. Því sem færir okkur nær hvert öðru og styrkir það sem við eigum saman. Orðræðan þó ekki sprottin upp úr tómarúmi og í henni felast sannleikskorn. Almenningi víða finnst stjórnmálin ekki starfa í þágu þjóðar. Stór samfélagsleg framfaraskref að standa fólki fjær en áður. Erfiðara að byggja hús, bora göng og klára framkvæmdir vegna flókinna verkferla og fókusin verið sumstaðar víðs fjarri daglegu lífi fólks. Sú tilfinning situr eftir að nútíminn sé óþarflega flókin. Á sama tíma hafa orðið miklar breytingar sem hafa fært okkur fjær hvert öðru ekki nær. Samfélög okkar ekki jafn einsleitt og áður og við þekkjum síður hugarheim náungans. Tæknin hefur ýft upp þessar áskorunir vegna þess að samskipti fara ekki fram í raunheimum. Það okkar stjórnmálana að mæta þessari þróun af ábyrgð og öryggi. Við megum ekki líta undan, til þess vorum við kosin. Fólk vill að á það sé hlustað. Fólk vill festu í samfélagið, það vill tilheyra og það finnur öryggi í menningunni sinni. Okkur ber að sýna fólki umburðarlyndi og vera óhrædd við að eiga hreinskilið samtal áhrif alþjóðavæðingar á samfélög okkar. Það hægt
án þess að ala á ótta. Alþjóðasamstarf ómetanlegt. Þetta þekkjum við Íslendingar vel út í miðju Norður-Atlantshafi, en við megum ekki vera hrædd við að halda menningu okkar á lofti. Holl ættjarðarást skapar tengsl milli fólks og grunnur samheldni. Við viljum öll vera stolt af þjóð okkar og næstu nágrönnum. Sækjum styrk í ræturnar okkar, menninguna, en gerum það af umburðarlyndi og verkgleði. Við erum ekki varðhundar kerfisins ef það hægt að virka fyrir venlegt fólk. Það vel hægt að mæta áskorunum dagsins í dag með samstöðu af vopni ef við þorum að hlusta og framkvæma. Þannig getum við vendað það sem okkur kærast og við eigum saman. Takk fyrir. Þakkar fyrir þetta og fyrsta svar kemur frá Henrik Möller og ég bið út Ingo að vera tilbúna til að koma í ræðustól. Þakkar fyrir þetta. Nú það þannig að eitt af því sem við ræðum mikið norræn nytsem eða norræn ávinningur og það sem felst í norrænum ávinningi það sem við erum að vinna með, hvort að það eigi erindi til hins almenna borgara á Norðurlöndum, hvort að ákvarðan okkar nýtist almenningi. Þess vegna sem mjög athyglisvert að Íslendingar allavega þú skulir ræða daglegt líf fólks vegna þess að þessi skipti miklu máli fyrir fólk í daglegu lífi fólks. Það það að fjölskyldurnar efnahagur gangi upp, að þetta hangi saman. Við erum sjálfsögðu ólík, þess vegna geta þarfirnar verið ólíkar, en ég hugsa að þegar við erum að tala öryggismál, þá fjallar ekki bara ógnir að utan, heldur það líka öryggi daglegu líf okkar. Þess vegna langar til að heyra hvort að forsætisráðherrann sé til í að segja svolítið meira hvað hún hugsar í þessu sambandi. Takk kærlega fyrir spurninguna. Ég held að þetta sé einmitt kannski svona þvert á pólitík, stærsta spurningin sem við öll hér inni erum að reyna að svara. Hvernig náum við til fólksins í landinu? Hvernig gerum við eitthvað sem fjarri fólki, nærri fólki? Og ég held að við séum öll að eiga við það í okkar löndum að reyna að gera það áþreifanlegt, það sem við erum að gera í alþjóðamálum, í öryggismálum, færa það nær fólki. Auðvitað það þannig að sanna öryggi felst í öryggi í hinu daglegu lífi. Vegna þess að fólk sem treystir ekki stjórnvöldum í daglegu lífi, þegar kemur að skólum, þegar kemur að heilbrigðisþjónustu, það mun heldur ekki treysta þegar skilaboðin koma frá stjórnvöldum að ógnir stafi yfir eða það þurfi að sýna samstöðu eða mögulega að taka höndum saman með ákveðnum hætti. Þannig að fyrir mér stærsta áskorun sem við stöndum frammi fyrir, óháð öryggisógnum erlendis frá, það að byggja upp traust og það gerir maður að mínum mati fyrst og fremst í samtali daglega lífið við fólki í landinu og skila af sér alvöru aðgerðum. Þakka fyrir þetta. Þá næstur á mælendaskrá, það Högna Haukdal. Nei, fyrirgefðu, það Óda Ingor. Þakka fyrir að Ísland og Noreg hafa oft átt sér ákveðið sameiginlegt í Norður-Evrópu, bæði stöðu þeirra gagnvart Evrópusambandinu. Nú íslenska ríkisstjórnin að stefna þjóðaratkvæðislu aðild að Evrópusambandinu. Ef að íslenska þjóðin hvernig lítur íslenski forsætisráðherrann á norrænt samstarf ef að íslenska þjóðin kýs aðild að ESB? Finnst þér að Norðmenn og Íslendingar að vera samferðar? Já, ég þakka þingmanninum áhugaverða spurningu. Nú ætla ég ekki að skipta mér að innanríkismálum í Noregi með beinum hætti og segja Norðmönnum hvað þeir eiga að gera. En það rétt að það hefur verið tekin ákvörðun hjá þessari ríkisstjórn að fara í aðildarviðræður hvort að það eigi að opna viðræður aðild að Evrópusambandinu. Og þetta gerum við vegna þess að síðast þegar Ísland fór í þennan farveg, þá skorti að mati sumra
svona pólitískt almenningsumboð í að leggja af stað í þessa vegferð. Þetta tekur auðvitað orku, þetta þarf skuldbindingu og ég held að það séu margir þarna úti sem vilji gjarnan sjá hvað gæti falist í aðild þó þeir séu óvissir hvernig þeir muni síðar greiða atkvæði aðild. Það svolítið í það að þessari vegferð ljúki. Fyrsta spurningin að spyrja þjóðina hvort þau vilji að við förum í þessa vegferð. Noregur alltaf auðvitað velkomin í allt samstarf með Íslandi en ég ætla eftir að láta kollega mínum í að taka ákvörðun það á þessu kjörtímabili eða síðar. Þakka þér fyrir þetta og þá það Högni Hoydal sem næstur á málaskrá og þar biðjum við Helgu Jónsdóttur að vera tilbúnar. Já, frú forseti og frú forsætisráðherra, við fáum ýmsa góðu rök fyrir því að efla norrænt samstarf. Öll rök eru tekin til. Og núna höfum við einstakt tækifæri, allt frá því að þingið í Reykjavík samþykkti einróma að endurskoða Helsingfors-samninginn í fyrsta skipti í 30 ár. Og það hefur mikið verið lítið á stöðu álendinga, grænlendinga og færeyinga, en þetta fjallar í grunninn það að efla samstarfið, norrænt samstarfið á öllum sviðum. Og ekki síst kannski borgararéttindi gagnvart stjórnsýsluhindrunum sem það riðuvæði. Þess vegna spyr ég forsætisráðherrann, forsætisráðherrann til í að beita sér fyrir því að það veri gripið til endurskoðunar Helsingfors-samningsins þannig að Norðurlöndin verði með samhæfingu og sjálfbæra svæði í heimi. Þakka þingmannum spurninguna. Við vitum auðvitað alveg í hvað ferli þetta mál og ég ætla ekki að fara að ræða hér lagalegar úttektir. Þú fórst ágætlega með forsöguna, hvað var það sem var ákvarðað í Reykjavík núna fyrir ári síðan. En við hljótum öll hér inni að binda vonir við að þetta endi með þeim hætti. Að þessir 3 aðilar verði fullgildir meðlimir. Ég segi það bara fyrir okkar parta á Íslandi, við þekkjum það að vera smáríki. En röddin mikils virði og það skiptir máli að við stöndum jafnfætis. Við höfum í gegnum árin eins og fleiri norræn ríki átt í frábæru samstarfi við grænlendinga, við Færeyjar sérstaklega og við vitum alveg hvers virði það að standa jafnfætis, sérstaklega í þeim heimi sem við búum í dag. Þannig ég vona innilega að þetta endi með þeim hætti að við munum sannarlega gera það öll hér inni. Já, fyrir Helga Andrea Jónsson frá Norðurlandaráði ungmenna, gjör svo vel. Jó, þakka fyrir. Mig langar til að spyrja, nú veit ég að fiskur mikilvæg fyrir Íslendingar rétt eins og mikilvægt fyrir Norðmenn og aðra þjóðir á Norðurlöndum og nú þessa mundið eru samningaviðræður ESB kvótaréttindi og ég veit að vísindamenn hafa lagt til að það verði dregið úr veiðum af ýmsum tegundum svo sem makríl og öðrum tegundum til þess að tryggja sjálfbæra þróun og ég veit að það eru margir veiðimenn undir ströndum Íslands og Noregs sem eru ósammála þessum útreikningum og við óttumst að veiðitölurnar veri erfiðar á næstu árum. Þess vegna langt til að vita hvort að íslenski forsætisráðherrann sér auðbúinn til að stunda fleiri fiskveiðirannsóknir og hvort að það sé hægt að gera meira til þess að standa vörð hagsmuni sjómanna. Já, ég þakka þingmannum fyrir spurninguna. Þetta auðvitað ótrúlega mikilvægt mál fyrir allar þessar þjóðir en sérstaklega Ísland þar sem að þetta hefur í gegnum tíðina verið svona líflína okkar, sjávarútvegurinn. Við höfum líka gengið í gegnum aflabrögð, þar að segja á síðustu árum hefur við ekki getað treyst á uppsjávarfiskinn og þetta auðvitað vandamál í okkar hagkerfi. Ég held að það sé til mikils að vinna að þessar þjóðir vinni enn frekar saman í samningum. Þessar þjóðir hafa alltaf verið vinnir en mjög eðlilega svona svolítið tekist á þegar kemur að fisknum enda þetta kannski það pólitískasta sem kemur upp í samskiptum þessara landa. Við hljótum hins vegar öll að hafa hagsmuni af því
að það verði sjálfbærar veiðar af þessum stofnum vegna þess að við þurfum að treysta á þær og þessa stofna lengri tíma vona ég. Þannig að ég vona að við getum þétt samstarfi á komandi árum. Já. Þakka fyrir þetta. Hvað sann? Nú hver fær orðið? Jú, fyrirgefið, Norðurlandaráð ungmenna fær orðið. Þakka fyrir forseti og frú forsætisráðherra. Öflugar stafrænnar lausnir í opinberri stjórnsýslu krafa það að samfélögum verði sjálfbær. Í Færeyjum 5 ár síðan að við byrjum að innleiða stafvæðingu í opinberu stjórnkerfi þannig að almenningur getur notað stafrænar lausnir í samskiptum við stjórnvöld. Nú að hefjast næsti fasi í stafvæðingunni í Færeyjum og það líka í samstarfi við önnur Norðurlönd, meðal annars að þessi samsvörun auðkenna og þá spyr ég hvort að verða hægt að gera þannig að færeysk auðkenni hafi samsvörun í auðkennum annarra landa. Og þá líka spurning hvort að lausnir Íslendinga sé hægt að nota þær annars staðar á Norðurlöndum og hvernig mun Ísland beita sig fyrir því að verði hægt að nota íslenska stafrænar lausnir annars staðar á Norðurlöndum og telur forsætisráðherrann að þetta myndi verið til gagns fyrir löndin. Já, ég þakka fyrir spurninguna. Ég veit að þetta hefur verið til umræðu á vettvangi norrænu ráðherranefndarinnar með hvað hætti við getum unnið frekar saman þegar kemur að þessum málum. Það auðvitað og liggur fyrir að smærri samfélög sem að þetta svæði í heilt, yfir það heila lítið en lönd eins og til dæmis Færeyjar og Ísland þurfa enn frekar á samstarfi að halda þegar kemur að tækninni. Og þess vegna auðvitað skiptir það miklu máli að við leitum slík samstarfs og ég bind miklar vonir að ráðherranefndin muni skila okkur einhverju jákvæð þessu tengdu. Ísland hefur engu að síður staðið sig mjög vel, vil ég segja, þegar kemur að innleiðingu tækni. Það fer alveg ofboðslega mikið af stjórnsýslu í gegnum tæknilegt form. Stafrænt Ísland var innleitt á sínum tíma og hefur gengið vel en betur maður duga skal og ríkisstjórnin heima á Íslandi meðal annars að leitast eftir því að samræma betur vinnu innan ráðuneyta þar heima en við þykjum alla hjálpa utan líka. Takk fyrir. Þakka fyrir þetta og þar með umræðinu loki. Ég þakka forsætisráðherranum kærlega fyrir. Nú það Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra frá Noregi, gjörðu svo vel. Frú forseti og þingmenn, norrænu vinir. Mörgum heimilum á Norðurlöndum frá Tromsø til Tammerfors, frá Björgvin til Borgundarhólms hafa fjölskyldur fundið fyrir vaxandi óöryggi. Það styrjöld í Evrópu en það mikilvægt að við stöndum saman á Norðurlöndum því að þetta í samvinna gerur okkur öruggari. Og sem ríkisstjórnar og þjóðþing höfum veitt grundvallar hlutverk að skapa öryggi fyrir löndin okkar, fyrir íbúana og fyrir framtíðina. Við stöndum saman í baráttu Úkraínu fyrir frelsi en stríð byrjar, það orðið meira ofbeldi stafrænt og við þurfum að keyra kerfi okkar meira saman og þetta við forsætisráðherra rætt í dag. Við sjáum sömu mynstur í öllum löndunum, ungmenni sem dragast inn í glæpanet og ofbeldi sem pantað á samfélagsmiðlum og peningar sem fluttir eru stafrænt. Og við verðum að orða þetta tæpitungulaust. Allir skulu lúta sömu lögum. Þegar einhver brýtur lög þá hefur það afleiðingar. Sá sem fremur glæp skal taka út refsingu sína. Og viðbrögðin skulu koma hratt og refsingin á að leiða fólk aftur til lífs án afbrota. Við þurfum að loka dyrunum af því að ungt fólk velji afbrot.
Enginn á að græða á því að skapa óöryggi á Norðurlöndum. Það sem keypt fyrir blóðpeninga á hvorki að glitra á únlið né standa í bílskúrnum. Það skal gera upptakt úr bílar, skartgripir, peningar, húsnæði. Og myndbönd þar sem menn groppa sig á ofbeldi, skipuleg hópslagsmáli og lúmsfólks og fíkniefnasala til barna, þetta ekki æskulýðsmenning, þetta ekki smástrákapör, þetta eru grófir glæpir, hvorki meira en minna. Þess vegna, góðu vinir, tel ég að norrænt lögreglusamstarf sé ekki lengur valkostur, það lífsnauðsynlegt. Núna lögregla frá Noregi, Svíþjóð, Danmörk og Finnlandi stendur hlið við hlið hér í Stokkólmi, í Svíþjóð, og leysir mál í sameiningu. Við höfum opnað sameiginlega lögreglustöð á landamærum Noregs og Svíþjóðar og erum að semja nýjan samstarfssamning lögreglunar. Hjá Europol leiðir Svíþjóð baráttuna gegn ofbeldisverkum á netinu. Noreg og Danmörk og Finnland taka þátt því ekkert land getur staðið eitt gegn þessari tegund afbrota. Í öðru lagi, frú forseti, samhæft norrænt varnarsamstarf og sterk Norðurlönd innan NATO gerir bandalagið heild sinni öruggara. Við stöndum hlið við hlið gagnvart óútreiknanlegum rússneskum nágranna og stuðningur okkar við Úkraínu liggur fastur og við tengjum norðurslóðir nánar við Eystrasaltið. Noreg og Svíþjóð og Finnland þróa saman hernaðarlega mikilvæga flutningsleið í norðri til að geta brugðið skjótt við og hjálpa stað þegar á þarf að halda. Og ný stjórnstöð NATO fyrir aðgerðir flugsveita í Norður-Noregi, þar sem eru yfir 250 norrænar orrustuþotur, eru sameiginlegur skjöldur frelsis okkar. En öryggi snýst ekki bara varnir. Það snýst líka vatn í krananum, rafmagn í innstungunni, heilbrigðisviðbúnað og getu til að hjálpa stað þegar á reynir. Þess vegna byggjum við sterk Norðurlönd án landamæra með því að efla sameiginlega viðbúnað. Árið 2026 munum við halda ár heildrænna varna með æfingum og samvinnu þvert á landamæri. Í stuttu máli, við styrkjum heildrænan viðbúnað gegn öllu nema vondu veðri því þar erum við enn jafn berskjölduð öll. Kæru norrænu vinir, við lærum hvert af öðru, við treystum hvert öðru, við verndum hvert annað. Og það traust sem bindur okkur saman, þar liggur hinn norræni styrkur. Saman munum við varðveita hann og byggja upp öryggi til framtíðar. Kæra þakkir. Fyrsta ansvar Per Arne Håkansson en Kjell Arne Ottosson þarf að vera tilbúin. Frú forseti, lýðræði afturför í heiminum. Ég sá skýrslu frá alþjóðlegum hugmyndabankar sem skoða þetta og norræna samstarfið sem byggir á tengingu við fólkið, jafnrétti, mannréttindum og lýðræðislegum réttindum. Og við höfum mörg svæði í ólíkum hluta heims fylgjast með miklum áhuga með norrænu samstarfi og á tímum þar sem eru fleiri einræðisstjórnir þá ástæða til að berjast fyrir þessari tengsli við fólk og vestrænt lýðræði því þetta tengist og ég vil spyrja Jónas Gahr Støre hvort hann telji að norrænu ríkisstjórnirnar geti unnið að því að efla lýðræðislega þróun og til þess að tryggja réttlát samfélög. Forseti, við komum frá norska þinginu með 80% þáttöku og það talað sem jókst. Það sýnir að lýðræðið hefur verið eflt og við upplifum líka í svona mælingum að það standa Norðurland og ofarlega á lista en Norðurland mega aldrei vera sjálfsánað og telja sig hafa leyst verkefnið. Það hæfileikinn, bæði pólitíski og lýðræðislegi, til að leysa vandamál fólks í daglegu lífi en vandamál sem skapa áhyggjur og sem valda áhyggjum vegna barna, vegna tekna og öryggis, það kjarni lýðræðis. Og svo tel ég að borgarlegt samfélag, almannasamtök og þáttaka almennings sé kjarni traust og grundvöllur og einkennir kannski lýðræði hér á Norðurlöndum. Við erum með mjög ólíka skipan mála á Norðurlöndum. Það finnum við það sjáum við þegar við komum saman
En það þessi þáttaka almennings og almennasamtaka, það kjarnin. Við megum aldrei vera sjálfsánað vegna þess að þetta virki. Við þurfum alltaf að vinna betur. Kæra þakkir. Þá það Kjell Arne Ottosson og Lars Pysk gerir sig tilbúin. Takk fyrir það, forseti. Varðandi straum, rafmagn í innstungunni. Og svo það Það alvarlegt fyrir orkumarkaði Evrópu þegar lagðar verið niður ýmiss konar orkuframleiðsla og auk þess líka innrásarstríð Rússlands í Úkraínu álíka þátt í þessu alvarlega ástandi. En það kannski eðlilegt að norrænu ríkisstjórnar reyna að venda borgar sína gegn verðbreytingum. En það eru ýmsir norskir sérfræðingar sem á móti þessum aðgerðum stjórnvalda. Hingað sér verkamannaflokkurinn og fleiri stuðningsflokkar. Norsku ríkisstjórn skrifað inn í ríkisstjórnaráætlunina að það verði ekki byggðir nýjir raforkustöðingir. Og yfirmaður sænska orkunetsins Erik Ek hefur talað að þetta sé brjálað það sem verið að gera í Noregi. Þess vegna til að spyrja hvort að þetta muni auka mikinn kostnað á Norðurlöndum. Skynsamlegt að gera þetta bara til þess að tryggja ódýra raforku fyrir suma? Ég myndi segja að þetta sé kapphlaup upp á við. Ég held að þetta sé mikil hagræðing sem að muni gagnast öllum, en ég trúa því að þessar aðgerðir séu lögmætar vegna þess að það er mikilvægt að fólk í daglegu lífi finni fyrir því að orkuframboði sé stöðugt og á viðráðanlegu verði, og þess vegna ég stoltur forsætisráðherra sem hefur ákveðið verið með svokallan norskt verðlag. Þannig að það verð sem að þú borgar sér neytandi, að þú vitir á hverju þú von. Rétt eins og þú getur samið vexti í bankanu, þá áttu líka að geta samið raforkuverð. Ef það er mikill óðustöðuleiki, þá höfum við glata lögmæti okkar. Þess vegna tel ég að þessi gífurlega mikill það miklu möguleika sem að felast í þessu í Noregi, og ég gerir ráð fyrir að það verði enn meiri vegna þess að helstu raforkuviðskiptum sem sést á Norðurlöndu, það milli Noregs og Svíþjóðar, og ég tel að það sé skynsamlegt að stunda þau viðskipti, og við verðum að stuðla öll að því að þessi markaður sé öflugur og stuðli líka góðu Evrópusamstarfi raforkumál. Og þá gefur Lars Pysk orðið. Gjör svo vel. Já, ég skal taka. Já, þakka þér fyrir, frú forseti. Nú tökum við öll þátt í þessum refsaðgerðum gegn Rússlandi, en það hefur verið vissar undantekningar í Noregi vegna þessar refsiaðgerðir Noregs hafi til dæmis ekki náð til að fiskveiðiflotans. Við vitum að Pútín beitir öllum brögðum til þess að ná fram sínum markmið. Þess vegna til að spyrja norska forsætisráðherrann hvað sé hægt að gera til þess að koma í veg fyrir ólöglegar rússneska fiskveiðar. Í fyrsta lagi vil ég gleði með að sjá að Noregur eru með í 19. pakka Evrópusambandsins gegn Rússlandi. Og við höfum tekið þátt í að fylgja því eftir. Noregur og Rússland eru þær þjóðir sem að veiða þorskinn í Barentshafi, og þetta er mikilvægur fiskstoff fyrir báða þjóðir. Og það að eiga samskipti stjórnu þeirra fiskveiða held ég að hljóta að vera skilningu fyrir í Evrópu. Það eru mjög takmörku samskipti á milli þjóðana eins og sjáum á, en það einskorðast við stjórnum fiskistofnsins og á heimskautshöfum. Og eins hafa samskipti í höfnum líka liggja nánast niðri.
og norsku bæði lögregla og leyniþjónusta hafa skýra mynd af umsvifum Rússa á þessum slóðum og hafa því nefnt auga fyrir þeim takmörkum sem ber að beita gegn rússnesku skipum. Þakka fyrir þetta og þá gefur Tín Pertumak orðið og við byrjum Jónas Ellensson verið tilbúin. Mér langar að byrja því að þakka fyrir að Norðmenn hafa viðurkennt Palestínu sem sjálfstætt ríki og málið að Norðurlöndin standi saman að tryggja lýðræði og norræn gildi í óralegum heimi sem að einkennist af einræðisstjórnum. Alþjóðadómstóllinn hefur líka lagt áherslu á að það sé ólöglegt að hernám Ísraels sé ólöglegt og líka landtöku Ísraelsmanna og kúgun palestínsku þjóðarinnar. Og það hefur, og Alþjóðadómstóllinn hefur líka undirstrikað að öll ríki og fyrirtæki beri ábyrgð á því að stuðla ekki að þessum ástandi í Palestínu. Þess vegna langar til að spyrja norska forsætisráðherrann hvort hann telji að norski olíusvonið eigi áfram að hafa fjárfestingar í ísraelskum fyrirtækjum. Forseti, mig langar til að geta þess að þessi dómur Alþjóðadómstólsins tilkomin vegna frumkvæðis af hálfu Noregs þar sem að Norðmenn báðu Alþjóðadómstólinn að kveða á hvar ábyrgðin lægi til þess að tryggja það að fólk á hernumdu svæðum gæti fengið lífsnauðsynleg gögn og Ísraelsmenn bera ábyrgð á því að þessi mannúðarhjálp komist til Gaza. Norðmenn beita ekki viðskiptabanni á Ísrael en hins vegar eru við með siðferðisreglur það hvernig við háttum okkar fjárfestingum og viljum ekki brjóta lög og reglur. Og við höfum að tók hvort að okkar fjárfestingar liggja á einhverjum mörkum þar. Kæra þakkir, þá það Thor Jónsson og ætla að biðja fulltrúa Norðurlandaráðs ungmenna vera tilbúin. Ég ætla að spyrja danska forsætisráðherrann, spyrja hann norska í staðinn. Norðurlandaráð sér fyrir sér að Norðurlönd verði samþættasta svæði í heimi fyrir árið 2030, það ekki langt þangað til, 5 ára eða svo. Og í því samhengi tungumálakunnátta ekki síst mikilvæg til þess að tengja löndin betur og besta leiðin til þess að læra tungumál, það kannski barnaefnið í sjónvarpinu. Emily Kattholti eða Langsokk, Karius og Baktus og svo fleiri. Og þegar ég var lítill þá talaði Emil sænsku en nú talar hann norsku og ýmis önnur tungumál og talsetning sem mikið notuð núna orðin þáttur í þessu og mig langar til að spyrja hvort forsætisráðherrann telur að það veri gott fyrir Norðurlönd að þétta samstarf sitt til dæmis á sviði sjónvarpsefnisgerðar og kvikmyndagerðar. Í fyrsta lagi þá ég mjög ánægður með að tekið fram fyrir Mette Frederiksen, hún svolítið fyrirmynd, mér svolítið fyrirmynd, en það ekki kannski fullþróuð stefna í þessum málum, hvað talsett og hvað ekki í Noregi, en börn og ungmenni horfa allt og lítið á þetta efni sem hér var nefnt og allt og mikið á símaskjáin, á TikTok og fleira. Svo ég held að ef við gætum bara gert það auðveldara að gera bara nýtt og gamalt barnaefni aðgengilegra. Mörg önnur lönd nota talsetningu miklu meira en við á Norðurlöndum og það getur verið hindrunin vegi þess að læra nýtt tungumál en við verðum að sjá til þess að allt þetta efni verið aðgengilegar börnum og ungmennum heldur en efni til dæmis á YouTube eða TikTok og þá væri mikið unnið en við hér í Norðurlandaráði og þingmennirnir og við sem
og þið sem sitið í nefndunum að þið getið stuðlað að því að þetta verða veruleika. Kæra þakkir og þá það fulltrúi Norðurlandaráðs ungmenna, gjörðu svo vel. Kæra þakkir, forsætisráðherra. Þessi spurning kemur í framhaldi af annarri spurningu eftir innrás Rússa í Úkraínu árið 2022 hafa samskiptin við Rússland í tengslum við fiskveiðar breyst mjög mikið. Það eru refsiaðgerðir í gangi og stuðningur okkar við Úkraínu. Aðgerðir bæði Færeyinga og Norðmenna hafa skaðað fiskveiðarnar á norðurslóðum og ef öllum samningum við Rússa sagt upp þá ekki lengur hægt að hafa neina stjórna þessum fiskveiðum og það ekki bara mjög slæmt fyrir fiskveiðarnar heldur þá litla alþjóðlega samstarf sem enn eftir á norðurslóðum. Hvað heldur forsætisráðherrann það að við reynum að halda þessu jafnvægi að hafa áfram samstarf við Rússa þessar fiskveiðar? Í fyrsta lagi þá hef ég haft gott samráð við lögmanninn þetta. Þegar Norðmenn hafa ákveðna reynslu af þessu og Færeyingar aðra. Norsk-rússneski þorskurinn fer ákveðna leið í gegnum lífið hvar hann hrygnir og hvar hann nærist og það getur verið hann fer ekki mikið út fyrir þetta svæði og ég hef verið að reyna að skýra fyrir kollegum mínum í Evrópusambandinu að þetta myndi ekki snúast refsiaðgerðir gegn Rússum heldur var þetta refsiaðgerðir sem að segja gegn þorskinum sjálfum og þetta gæti orðið til þess að allur þorskur veiddur og hann kæmi aldrei aftur. Við ræðum við Færeyinga vissa kvóta sem við eigum sameiginlega í Norðursjó og það mikilvægt að við notum tímann til þess að útskýra þessa stefnu okkar, kvótakerfið okkar fyrir samstarfslönd okkar í Evrópu. Ég held að það sé hægt að gera þetta með þeim hætti. Kæra þakkir. Og þá þessari umræðu lokið. Við þökkum forsætisráðherra Noregs fyrir. Og þá það næstis forsætisráðherra, það forsætisráðherra Svíþjóðar, Ulf Kristersson. Forseti saman og hvert fyrir sig hafa löndin okkar byggt upp einhver bestu samfélög í heimi fyrir íbúa sína og því hvernig þetta flokkað og í ákvaða lista við lítum að þá erum við nálægt toppinum hamingja, jafnrétti og lýðræði en ef eitthvað okkur missir fyrsta sæti þá það eitt hinna Norðurlandana sem tekur það frá okkur. Við erum ekki gallalaus en við höfum gert margt fleira rétt en rangt. Það mjög gott að vera ánægður með Norðurlönd. En við vitum líka ekkert af kostum okkar eitthvað sem við getum treyst á til framtíðar. Það eitthvað sem við erum að standa vörðum og verja. Og það gerum við líka hvert fyrir sig og í sammenningu til dæmis þegar við sýnum Úkrænumönnum stuðning. Saman höfum við hér sent Úkraínu stuðning sem með 380 milljörðum sænskra króna, ekki síst með því að senda þeim vopnabúnað og með stuðningi Bandaríkjanna hafa Danmörk, Noregur og Svíþjóð nýlega lagt fram nýtt stuðningspakka sem hefur 500 milljónum bandaríkjadala. Rússar helsta ógnin í kringum okkur. Putin og stjórn hans óttast árangurssrík lýðræðisríki og við erum ekki bara, okkur gengur ekki bara betur, það ekki bara meiri hamingja okkur, ekki bara meira lýðræði og minnsta spillingin. Við erum líka 12. stærsta hagkerfi heimi samanlagt. Við eigum ekki stríð
En við búum ekki heldur við frið. Sannur friður krefst þess að það sé frelsi og það alvarlegt stríð í gangi nálægt okkur. Nú verðum við fyrir fjölþátta árásum sem ekki með drónum og hermönnum, heldur með tölvum og peningum og falsupplýsingum. Þetta gerir nýjar kröfur til okkar og það ekki nóg að við segjum alltaf sama hlutin. Þegar kemur að stríði og friði ekki nóg að standa ein. Við í Svíþjóð gengum ekki NATO eingöngu til þess að fá öryggi frá öðrum, heldur líka til að stuðla öryggi annarra. Við gerum það ásamt Dönum í Lettlandi. Við gerum það til dæmis með eftirliti í Eystrasalti. Við gerum það með því að aðstoða Pólverja með eftirliti úr lofti og við gerum það með því að í samstarfi önnur lönd innan NATO, í nánu samstarfi við Finna. Við erum að skipuleggja þetta starf og fyrstu æfingarnar byrja núna í haust. Fyrir viku skrifaði ég ásamt Zelenský forseta Úkraínu sameiginlega vilja Svíþjóðar og Úkraínu að byggja upp í sameiginlega bestu árásarþotu í heimi, sænsku flugvélina JAS-39 Gripen. Það nauðsynlegt að Norðurlönd séu samkeppnishæf til þess að stuðla að samkeppnishæfni Evrópu í framtíðinni og það líka forsenda fyrir því að við getum viðhaldið velferð í samfélögum okkar. Þess vegna verðum við að einfalda regluverkið, rífa niður hindranir, auka alþjóðleg viðskipti og vera leiðandi í stafrænum umskiptum. Saman getum við og Norðurlönd vísa veginn í þessu efni. Kæra þakkir. Og þá fær orðið Kim Aas í flokkhópi jafnaðarmanna. Kæra þakkir. Nú á tímum þegar mikið óöryggi ríður á mörkuðum í heiminum þá mikilvægt að fólk geti fundið sér atvinnu og fyrirtæki geti fengið það krafta sem það þörf fyrir. Svíþjóð hefur staðið sterkt hvað þetta varðar en nú sýna tölurnar að Norðurlöndin heldast úr lestinni. Og þess vegna spurning minn, herra forsætisráðherra, að nú sýnir þessi skýrsla að frammistaðan hvað vestan Norðurlöndum, hvað varðar framboð á störfum. Í Danmörku leggjum við mikla áherslu á menntun. Hvernig ætlar sænska ríkisstjórnin að efla stefnu sína í vinnumálum? Takk. Þakka fyrir forseti. Í rauninni með tvenns konar atvinnuleysi í Svíþjóð. Það bæði þegar að hagsveiflur og líka þegar það varðar að bæta færni starfsfólks. Það líka mikilvægt. Það sem veldur með mestur áhyggjum, það eru ekki hagsveiflurnar heldur atvinnuleysi vegna mikið tilflutnings af erlendu fólki vegna þess að margir þeirra sem að hafa enga atvinnu, það fólk sem kemur erlendis frá, talar ekki sænsku og ekki með það menntun sem til þar. Þetta miklu erfiðara verkefni. Við þurfum að draga úr innflutningi, þá getum við náð betri stjórn á aðlögun fólks í samfélaginu. Þakka þér fyrir þetta. Það eru komin að Kristu Mikkonen. Ég ætla að tala finnsku. Ágæti forseti og háttvirti forsætisráðherra. Nú hlýnunin fjallar ekki bara umhverfismál heldur líka fjármál og öryggismál og velferði og daglegt líf fólks. Eftir því sem andrúmsloftið hitnar, því meiri aukast vandamálin og kostnaðurinn. Þess vegna skiptir miklu máli að við tökum öll þátt í þessu starfi. Við höfum unnið að kolefnisjöfnun
En nú sýnist okkur Svíar vera að stefna í vitlausa átt. Nú hefur ríkisstjórnin ákveðið með ákvörðun sinni að aukið notkun jarðefnaeldsneytis og aukið losun. Og kolefnisbinding skóga ekki eins mikil og áður. Þess að spyrja háttvirta forsætisráðherra hvaða aðgerða ætlar ríkisstjórnin að grípa til að draga úr losun og kolefnisbindingu skóga. Frú forseti, landið eitt þeirra landa í heiminn sem stendur sig hvað best á þessu sveiði. Við erum líka með kjarnorku og ýmsa aðra endurnýjanlega en orku og það stendur mjög framalega miðað við flest önnur lönd í Evrópu. Hins vegar það rétt hjá þér að á undanfarnu ári hefur aukið losun vegna þessu og það var vegna verðlagsstefnu. Við viljum ekki leggja öll eggin í sömu körfuna og við viljum heldur ekki stuðla að verðlagi sem að óviðráðanlegt fyrir almenning. Við erum staðfast því við munum ná markmiðunum fyrir 2030 en ég held líka að það sé ekki ástæða til þess að önnur ríki Evrópu geti nota skóguna í Finnlandi og Svíþjóð sem afsökun fyrir því að þau dragi ekki losun. Takk. Þakka fyrir þetta. Þá gefur Tage Pettersen orðið. Já, forseti, mikið af þeirri umræðu sem átt sér stað hérna hefur fjallað glæpastarfsemi þvert á landamæri og fjölmiðlafjöðlun í Noregi og undanfarnar viku sýnir að það eru mjög alvarlega glæpir sem eru framdir með handsprengjum, skotvopnum og mannránum. Og það sem sameiginlegt með þessu að þessi verk eru oft pöntuð af atvinnuglæpa tengslanetum og mikið af þeim sem að taka að sér þessa glæpi fólk undir lögaldri og að verðlendum uppruna og hafa verið umsjá barnaverndar yfirvalda. Í Svíþjóð verið að breyta viðurlögum fyrir ungt fólk til þess að skapa heildræna lausn með að þetta hafi afleiðingar þegar glæpir eru framdir og þess vegna langar mig til að spyrja forsætisráðherrann hvort hann geti deilt með sig einhverri reynslu til Noregs. Jú, þakkaði fyrir frú forseti. Jú, það rétt að mikið af þessum glæpum eru pantaðir, þetta eru vörur sem eru pantaðar. Og oft þessum pöntunum beint til ungsfólk sem undir lögaldri og þess vegna getur lögreglan ekki beitt öllum sínum verkfærum til að takast á við þennan vanda og þess vegna erum við að gera það, við erum að lækka lögaldurinn úr 15 í 14 til þess að geta komið í veg fyrir erfiðustu glæpina og til þess að auðvelda lögreglunum líka til þess að grípa inn í þessi mál. Ég ber mikla virðingu fyrir getu sænskrar félagsþjónustu til að takast á við þetta. En félagsþjónustan hefur líka takmarku verkfæri til að geta tekið á þessu þegar það eru að ræða vopnuð ungmenni. Þess vegna verður lögreglan líka að koma þar að málum. Takk fyrir þetta. Þá það Juho Eerola sem fær orðið frá Finnlandi. Ágæti forsætisráðherra, ég ætla að tala finnsku hér og þið þurfið þá kannski nokkur að setja á ykkur heyrnartólin. Spurning mín snýst það að ég bein henni til þín forsætisráðherra þó hún varði Finna og Dani líka. Þar að segja þetta varðar Eystrasaltið sem mjög viðkvæmt svæði líka í heimspólitískum skilningi núna vegna skuggaflota Rússa sem að siglir Eystrasaltið milli Svíþjóðar og Danmerkur. Við þekkjum til hafsréttarins og vitum að það flókið að leysa þetta vandamál en hvað sem því líður þá þessi skuggafloti
hann rekinn þannig að hann fullnægir ekki alþjóðlegum reglum og það mikil hætta á olíuleka hverjum einasta degi frá skipi af þessu tagi og líka aðrar ógnir sem stafa af þessum skuggaflota. Hefur þú, forsætisráðherra, einhverjar lausnir á þessu vandamáli? Ég hef reynt að velta þessu fyrir mér en mér hefur ég ekki fundið neina lausn. Forseti, þetta bæði mikilvæg spurning og erfitt vandamál. Þessi skip valda mikilvæg hættu, þau eru tekjulind fyrir Rússa en það mikil öryggishætta og ógnar umhverfinu líka og það ástæður til þess að við komum á refsiaðgerðum gegn þessum flota en alþjóðleg lög siglingar á úthöfum geta komið veg fyrir þetta og það er líka hætta á því að okkar skip lendi í vandræðum og þetta mjög óheppilegt. Það núna mörg hundruð skipa í þessum flota og ég held að það sé alveg rétt að við reynum að koma á skipulegum refsiaðgerðum gegn þessum flota eftir því sem hægt og til dæmis að öll skip sem sigla undir fölsku flaggi að þau séu skoðuð. Kæra þakkir og þá Veronika Honkasalo og Marius Arja Nilsen kemur þar næstur á eftir. Forsætisráðherra. Skýrsla frá Sameinuðu þjóðunum sýnir að fátækt barna eykst í Svíþjóð og 276.000 börn lifa í fátækt í landinu og það aukning 100.000 börn frá árinu 2022. Það alveg augljóst að það að gera kerfislegar breytingar til þess að breyta þessu en þessi stað rekur sænska ríkisstjórnin pólitík sem að gagnast fyrst og fremst þeim sem hafa hæstar tekjur. Trú ungmenna á Norðurlöndum á samfélaginu hefur minnkað, það er minnkað öryggi í heiminum, átök milli landa og við í Norðurlöndum viljum auka öryggi íbúa á Norðurlöndunum. Hvað álítur þú sem forsætisráðherra Svíþjóðar að þið hafið gert að þér varðar aðstæður fátækra barna og ungmenna í Svíþjóð? Ég held að Svíum hafi ekki tekist nógu vel að vinna á þessu vandamáli á liðnum árum. Vissulega er efnahagurinn í lægð, hagkerfið í lægð, atvinnuleysið eykst og þá versna kjör fátækra barna. En það mikilvægasta er að foreldrarnir hafi vinnu og hafi tekjur og þurfi ekki að lifa á styrkjum eða bótum svo að það er miklu betra líf þannig fyrir fjölskyldunar og þessi kerfi sem við byggt upp, bótakerfin í Svíþjóð hafi ekki aldrei verið ætluð til þess að fólk geti lifað á þeim alla ævi, heldur til þess að fólk geti komist af þegar það hefur ekki atvinnu. Og það er slæmt að svona mörg börn sjáu foreldra sína ekki fara til vinnu og koma heim frá vinnu með tekjur af henni. Það er það versta í þessu samhengi. Kæra þakkir og þá er það Marius Nilsen og síðan fulltrúi Norðurlandaráðs ungmenna þar á eftir. Forsætisráðherra. Þessi spurning mín snýst brotastarfsemi sem nær yfir landamæri og við erum farin að ræða þetta núna og Svíþjóð hefur breyst úr því að vera mjög friðsamt land í það að vera land þar sem vaxandi brotastarfsemi og lögleysi og þessi brotastarfsemi hún stöðvast ekki á landamærunum ef við horfum á starfsemi glæpagengja að þá sjáum við að það fer vaxandi að fólk sé skotið eða það sé skotárásir í löndunum og það voru fleiri slíkar árásir í Svíþjóð á einu ári en í Noregi á heilum áratug og
og aðgerðir stjórnmálamanna að þessu leyti virðast ónægar og þið hafið haft hreinan meirihluta og get haft fulla stjórn á þessu. Ef þið hefði haft þennan hreina meirihluta, hvað hefði þið þá gert til þess að stöðva þessa þróun? Já, ég sammála því að þetta eitt af allra erfiðustu vandamálum sem við eigum við að glíma í Svíþjóð og það var fyrst og fremst á því að okkur hefur ekki tekist að láta innflytjendur aðlagast sænsku samfélagi. Þetta mjög alvarlegt vandamál og þetta bitnar líka á öðrum löndum, til dæmis á sama hátt og glæpamenn hafa oft komið frá öðrum löndum til Svíþjóðar. Ég alveg sammála þessari lýsingu sem hér kom fram að við megum aldrei samþykja að fólk sem fremur svona alvarlega glæpi að það komist upp með það og þess vegna erum við núna að vinna stærstu breytingum á stefnu sænska stjórnvalda á þessu sviði sem nokkuð tíma hefur átt sér stað. Við gengum miklu lengra en áður hefur gert til þess að vinna gegn skipulagðri glæpastarfsemi en eins og ég sagði áðan, þá mun það taka allan þennan áratug að leysa það vandamál sem orðið til áratugina á undan. Og þá fær fulltrúi í Norðurlandaráðs ungmenna orðið. Kæra þakkir, forseti, forsætisráðherra. Ungmenni dagsins í dag vaksa upp í óvissum heimi og við sem sittum í Norðurlandaráði ungmenna erum sönnum þess að núna norrænt samstarf ennþá mikilvægara en áður og það samstarf getur verið mjög mikilvægur þáttur í því starfi sem þarf að vinna þegar stríð eru háð í nágrenni okkar og það hætta á að aðföng bregðist og það algjör grundvallar forsenda fyrir því að samfélagið geti starfað hvort sem stríð eða ekki og við verðum það svona að tryggja í sameiningu að við viðhaldum þessi öryggi fyrir borgara landana. Svo mín spurning til forsætisráðherra þess vegna hvaða skoðun hann hefur á því að auka norrænt samstarf einmitt þessa innviði, þessa samfélagsinnviði að tryggja vatn, orku og svo framvegis. Maður getur séð að Norðurlandaráð æskunnar hafi hlustað á samtal okkar forsætisráðherra þetta. Við ræddum nákvæmlega þetta atriði okkar í milli í morgun, þetta kallað preparedness á ensku, viðbúnaður af öllu tagi eða almannavarnir í mjög breiðum skilningi, ekki síst með vísan til þeirra reynslu sem að Finnar hafa þessu. Við getum líka nýtt okkur eða hort til reynslu Úkraínumanna þessu. Við sjáum hvað Úkraínumenn hafa þurft að gangi í gegnum og framlag Svía til þessa að núna hefum við í fyrsta skipti frá annarri heimsstyrjöldinni sérstakan ráðherra til þess að sinna viðbúnaðarmálum og þess vegna við erum núna að fara að huga meira að þessu máli heldur en gert hefur verið hingað til. Kæra þakkir og þá þessari umræðu lokið. Ég þakka sænska forsætisráðherranum fyrir sitt framlag og þar með höfum við lokið þessum dagskrárlið og þá höldum við áfram með fjórða lið á dagskrá þingsins og það kynning á formennsku áætlun Dana og það danski forsætisráðherrann og lögmaður Færeyja sem kynna formennsku áætlun ráðherranefndarinnar á næsta ári. Mette Frederiksen, gjör svo vel 5 mínútur. Fyrst og fremst, takk fyrir góða umræðu í dag og fyrirsögnin á formennsku áætlun okkar eru samstíga á breytilegum tímum og það þýðir að við eigum að standa saman líka þegar erfiðleikar steðja að. 8 lönd okkar eru tengd á þvert og kruss við deilum sögu, menningararfi, innviðum og mikilvægast af öllu samfélagslíkanu okkar
og sterku borgarlegu samfélagi og sterkum gildi og svo lýðræðinu. Og svo erum við tengt hluta sem mjög sérstakur. Það grundvallar traust til hvers annars. Og í okkar augum þá samanstendur norræn samstarf að 8 norrænum ríkjum. Í Reykjavík í fyrra þá samþykkti Norðurlandaráð einróma að endurskoða Helsingfors-samninginn. Og það var síðast 1996, þar sem fyrir næstum því 30 árum síðan, og mér finnst bara eðlilegt að við endurskoðum samninginn núna þannig að hann passi við þann tíma sem við lifum á og þær óskir sem við hvert og eitt höfum. Og síðar þá fáum við niðurstöðu þessara lagalegu úttektar og það sérstakt áhersluatriði fyrir Danmörku og Færeyjar í formennsku tíð okkar að fylgja eftir þessari lagalegu vinnu. Við erum 2 lönd sem á sviðinu í dag og það ekkert leyndarmál að ég hefði gjarnan vilja hafa 3 lönd hér en Grænland hefur ákveðið að taka ekki þátt í formennsku áætlun norrænu ráðherranefndarinnar. Þetta ákvörðun sem ég virði en ég vona einnig að við fáum betri umgjörð til að vinna þvert á þessi 8 lönd og enn einu sinni vil ég gjarnan hafa leyfi til þess að þakka ykkur öllum á Norðurlöndum fyrir þann mikla stuðning sem við höfum upplifað í Danmörku á mjög stormasömum tímum. Það vil ég þakka fyrir. Við þurfum að nota norrænt samstarf til að vera betur undirbúin. Það sagt að við búum á krepputímum, það ekki neina ríkjur. Við þurfum að efla samstarf viðbúnað og samfélagsöryggi. Við erum kannski ekki með mjög marga íbúa í löndum okkar en það ekki neitt okkar sem að vill liggja til hlés. Við viljum gera efla hagkerfi okkar. Evrópa dregst aðeins aftur úr í augnablikinu hvað varðar samkeppnishæfni. Ég held að það skiptir sköpum að við á Norðurlöndum getum sannfært einnig aðra evrópska granna okkar að græn umskipti og öflug samkeppnishæfni ekki andstæður. Þetta eru forsendur hvers annars. Það að hafa félagslegt jafnvægi og öfluga velferð, það ekki andstæður við það að vera samkeppnishæf. Því þverögt varið, þetta eru forsendur hvers annars. Við höfum góð tækifæri til að vera í fararbroddi. Og saman þá eru hagkerfin á Norðurlöndum öflug, mörg fyrirtækjanna standa sig vel á alþjóðavettvangi. En þetta einnig hörð samkeppni og ef við viljum viðhalda öflugri stöðu okkar þá neyðumst við til að gera meira til að tryggja góða skilyrði fyrir fyrirtæki okkar og við þurfum að efla græn umskipti og draga úr stjórnunarbyrðum fyrir fyrirtækin. Allt snýst þetta að efla samkeppnishæfni okkar og tryggja mikla atvinnuþátttöku og lítið atvinnuleysi og þar með forsendu þess að við getum haft þetta sérstaka norræna velferðar samfélagi líka í framtíðinni og sameiginleg framtíðarsýn okkar að skapa samkeppnishæfusta og grænasta svæði árið 2030. Það mun krefjast mikils á okkur og að taka að okkur. Ég mun gefa orðið núna áfram til lögmannsins. Takk. Ég leyfi lögmanninu líka að koma hér upp. Axel Vilhelmsson Jóhannsson. Áður en ég leyfi andsvör. Orðið þitt, gjörðu svo vel. Takk. Ég vil byrja á því að þakka þér kærlega, Metti, fyrir gott og náið samstarf sem Færeyjar og Danmörk hafa átt í undirbúningi formennskunnar á næsta ári. Ég vil gjarnan segja það sama og forsætisráðherrann sagði. Það hefði hjálpað mikið að Grænland hefði verið með okkur í dag. Það eru flest okkar sterku ríki frá norði til suðurs og frá austri til vesturs og svo þessi ríki þarna lengst norður í Atlantshafi og svo að formennskuáætluninni. Þetta burðarþema samfélagsöryggi. Markmið okkar að Norðurlönd standi traustari fótum og geti auðveldara gripið til aðgerða og standi þéttar saman. Og þessi mikilvæga vinna var hafin í formennskutíð Finna og Álendinga. Það að gera samfélag okkar betur fær að taka á kreppum og neyðarástandi
og við erum ekki eins og 8 lítil lönd heldur sem ein stór norræn heild. Því samfélagsöryggi snýst ekki bara her og viðbúnað, þetta snýst traust, samhengi og hæfileikan til að hjálpa þegar að neyð steðjar að. Og svo margt sem einkennir okkur á Norðurlöndum og ef það eitthvað þá það traust. Trausti hvers annars og trausti stjórnvalda. Og önnur lykil áhersla, það er aðfangaöryggi hér á Norðurlöndum og við þurfum að tryggja það og við sjáum hvað miklar afleiðingar þetta getur haft fyrir borgarana og þess vegna viljum við efla nýja norræna tengslinetið aðfangaöryggi og sem vinnur ásamt stjórnvöldum og leitar lausna. Því að þegar við saminum aðgerðar okkar, þá aukum við styrk okkar. Á heilbrigðissviði, þá önnur ógn sem steðjar að. Fleiri og fleiri bakteríur verða ónæmar og lyf sem einu sinni björguðu lífum missa afl sitt. Þess vegna þurfum við að efla norrænt samstarf í rannsóknum og varðandi þróun lyfja. En þegar við tölum viðbúnað, þá megum við heldur ekki gleyma hinum viðkvæmustu. Formennskuáætlunin mun hrinda af stað samnorrænu verkefni sem skoðar hvernig við getum hugsað aldraða, fólk með fötlun og þá sem félagslega standa höllum fæti inn í viðbúnaðaráætlanir. Og þurfum að efla möguleika okkar á að bregðast hratt við. Og svo, kæru vinir, vil ég nefna eina spurningu sem varðar Færeyjar sérstaklega, það Helsingfors-samningurinn. Í meira en 50 ár hafa Færeyjar tekið þátt í norrænu samstarfi af ákafa og með ábyrgð og stolti. Norrænt samstarf gegnsýrir færeysk samfélag, pólitík, stjórnun, störf, trú og svo framvegis. En í meira en 50 ár höfum við haft ósku fulla aðild. Við viljum taka þátt á jafnréttisgrundvelli, við viljum deila ábyrgðinni og einnig hafa aukinn ákvörðunarrétt. Við viljum taka þátt í að móta framtíðina fyrir norrænt samstarf sem okkur öllum þykja vænt Því að við hlökkum til þess ásamt Danmörku að skipa nefnd sem á að endurskoða Helsingfors samningin þannig að Grænland, Áland og Færeyjar geti náð fullri aðild í eigin nafni í norrænu samstarfi. Því að heimurinn hefur þörf fyrir fleiri norræn gild og ekki færri. Takk. Takk fyrir. Og þar á Ville Väyrynen sem tala fyrir hönd forsætisnefndar. Forseti, ég tala finnsku. Kæra þakkir ráðherrar fyrir þessa greinargerð og þær upplýsingar sem hér komu fram. Forsætisnefnd hefur verið mjög ánægð með formennsku Finna á árinu 2025, ekki síst í tengslum við viðræðurnar fjárhagsáætlunina. Það er mikilvægt að það sé gott samstarf milli Norðurlandaráðs og ráðherranefndarinnar og sé sveigjanlegt. Við höldum áfram samstarf okkar fjárhagsáætlunina og það er mikilvægt að Norðurlandaráð fái skýrslu framkvæmd fjárhagsáætlunarinnar. Og staðan sem núna gerir allan viðbúnaður og allan vinnu á því sviði erfiðari og Norðurlandaráð, það er ekkert sérstakt hlutverk að þessu leyti í ranni ráðherranefndarinnar, en það eru vandamál þarna sem eru viðvarandi. Við viljum leggja meiri áherslu á viðbúnaðarmál, aðfangaöryggið og þessi málefni vona ég að við getum haldið áfram að starfa saman með ykkur og sem formenn ég vona að það verði
sömu áherslur á næsta formennsku ári eins og verið hafa og betri viðbúnaðar mun gagnast okkur öllum. Það mikilvægt að við vinnum til langs tíma með tilliti til norrænna gilda og menningarinnar Norðurlöndum. Við leggjum mikið upp úr norrænni menningu og mér skilst að þið verðið líka leggja áherslu á gildi norrænnar menningar í samstarfi ríkjana og sýna að menningin skiptir miklu máli fyrir sjálfsmynd íbúa á Norðurlöndum. Ég þakka fyrir þessa kynningu og hlakka til þess hlakka til samstarfsins við ykkur á komandi ári. Kærar þakkir. Vill forsætisráðherra Danmerkur eða lögmaður Færeyja að svara þessu að einhverju leyti? Nei, svo ekki. Við höldum það áfram með mælendaskrána og það Henrik Möller sem tekur til máls næstur. Ég vil fyrst þakka fyrir kynninguna á formennsku áætluninni. Þetta lítur út fyrir að vera spennandi áætlun. Maður á alltaf að hlakka til vegna þeirra sem eru og ekki vera pirraðir yfir þeim sem ekki eru mættir. En það svo lítið ergilegt að við í svo miklu mæli höfum ekki Grænland með að þér varðar formennsku áætlunina. Það gefur kannski vinnu í áttina því að við getum enda þar að Grænland geti einnig séð sig í þessu samhengi. Og þess vegna eru nokkrar tillögur endurskoðun Helsingfors-samningsins þar sem að sé svona nútímavæðing. Þannig að 8 lönd geti fundið sig í þessum samningi bæði og finnast að þau sjáist og heyrist. Og vonandi á 5. daginn í Norðurlandaráði þegar við tökum ákvörðunum að við stækkum forsætisnefnd með 3 löndum til viðbótar. Þannig að Grænland, Færeyjar og Álandseyjar verði hluti forsætisnefndar. Það finnst mér vera gott merki að senda og ég vona menn taki það til sín. Við lifum á óöruggum tímum eins og búið að nefna og þar teljum við líka að það sé gott með þetta varðandi viðnámsþrótt og mótstöðuafl. Og mér finnst gott að Finnland varðandi Norðurlandaráð hefur þetta sem helsta áherslumál sitt og það þýðir að við í sameiningu bæði Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin getum unnið í sömu átt til að skapa lausnir sem eru góðar. Ég held bara grunni til að við erum best þegar við vinnum saman. Það er það sem lagt upp til, þannig að takk fyrir það. Kærar þakkir og þá það Helena Gellermann sem talar fyrir hönd flokkahóps miðjumanna og eftir henni fulltrúi Norðurlandaráðs ungmenna. Kærar þakkir, ég vil þakka fyrir kynninguna á formennsku áætlun næsta árs og ég held að mér finnst mjög gott að það skuli áfram verða áhersla á samkeppnishæfni Norðurlanda og grænu umskiptin og það verði haldið áfram að þróa sameiginlegan viðbúnað Norðurlandana eins og við sáum nauðsynina á því meðal annars í COVID-faraldrinum og ég vil líka nefna að það er þörf á auknu samstarfi á sviði samgangna, ekki síst þegar varðar ferðir yfir landamæri landana og eins og við erum mörg í Norðurlandaráði sem myndu gjarna vilja að það er aftur komið á sérstakri ráðherranefnd samgöngumál. Ég vissi ekki hvers vegna Grænlendingar voru ekki hér, við fengum svar við því. Mér langar líka til þess að nefna Helsingfors-samninginn. Núna er verið að vinna lögfræðilega greinargerð forsendunar fyrir því að breyta samningnum og við höfum fréttum hérna áðan að Danir hafa hugsað sér að setja á stofn nefnd til að skoða hvaða breytingar sé hægt að gera á Helsingfors-samningnum og mér langar til að spyrja hvað þið sáðu fyrir okkur, það muni taka langan tíma og í öðru lagi langar með að leggja áherslu á mikilvægi þess að Norðurlandaráð verði haft samráð við Norðurlandaráð í því samhengi og með þeim orðum þá vil ég þakka fyrir mjög áhugaverða formennsku áætlun sem hér var kynnt. Kærar þakki fyrir það og þá er það fulltrúi Norðurlandaráðs ungmenna sem tala næstur.
Takk, frú forseti, og takk til forsætisráðherra Danmerkur og lögmanns Færeyja fyrir góða kynningu á spennandi áætlun. Ég vil einnig taka undir að okkur þykir miður að Grænland sé ekki hluti af formennsku áætluninni í ráðherranefndinni, en á sama tíma erum við ánægð með að það eru áætlanir hvernig sé hægt að koma til móts við óskir Grænlendinga. Og í þessu samhengi gott að heyra að það sé verið að endurskoða Helsingfors samningin þannig að hann sé aðlagaður þeim nútíma sem við búum í, og vonandi verður hann vikkaður út til að ná til utanríkis- og varnarmála, og að Norðurlandaráð ungmenna verði skrifað inn í samningin þannig að við verðum viðurkennd og að staða okkar verði viðurkennd í norrænu samstarfi. Og svo einnig ánægður að það áhersla á samfélagsöryggi og viðbúnað sem var stórt málefni þegar við héldum þing okkar við ungmennin. Og ég ánægður með og að forsætisnefnd sé stækkuð þannig að Færeyjar, Grænland og Álandseyjar fái sæti í forsætisnefnd. Kæra þakkir, og þá myndi ég spyrja forsætisráðherrann og lögmanninn hvort þau vilji bæta einhverju við þetta. Þar með getum við lokið umræðum undir þessum lið, og mér langar þá að þakka ykkur fyrir þennan fyrsta þingdag, og við hefjum kvöldið núna eftir með afhendingu á verðlaunum Norðurlandaráðs, og sem fer fram í andra kammarsálan eins og það heitir, hér í vesturhluta þinghússins. Og ef þið eru ekki með miða á verðlaunaafhendinguna þá er þetta að fylgjast með henni í beinu streymi. Þar með þakka ykkur fyrir.